Komið sælblessuð, velkomin að Rauða borðinu, ég heiti Björn Þorláksson og það eru tveir góðir kollegar mínir með mér hér við Rauða borðið í kvöld. Sigurjón Magnús, blessaður. Ertu ekki hress? Jú, alveg fjall. Já. Alveg fjall. Fjallhress, en ekki hvað? Það svona síðsumar, svona dagar fallegir. Já, einmitt. Þetta allt gott. Gott að vera til. Já, heldur betur. Já, og Við Laufey? hefum ekki reynt eitt svo sem er. Nei, svo sem ekki. Laufey, ertu ekki bara peppuð? Jú, já, alltaf gaman í þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég vildi að vera meira af þeim. Já. Já. En hefur samt ekki verið svolítið leiðilegt fyrir þig að vera hérna upptökumanneskja og hlusta á þessi tugi af hérna sama efninu bara mismunandi viðmælendur? Pétur hefur nú aðeins hjálpað mér að hlusta, sko. Já. En langar þið stundum ekki að koma bara og taka þátt í umræðinni? Jú, það er komaleg moment og örgulega Pétur líka, sko. Já. En hann er ekki hérna við borðið, en þú ert hérna. Ertu orðin leið á umræðinni, spurningin? Ég veit það ekki, sko. Þetta er náttúrulega, mér leiðist þetta karp. Já. Svona þegar fólk er að ráðast á hvort annað og svona ætla hvort öðru einhverja hluti, sko. Já, það skilur hvort sem það ætlar að segja já eða nei. Þannig kemur alltaf þessi, já. Þannig að, hérna... Já. En það verður svona umræði... Þetta er svolítið þreytt. Já, það verður umræði í kvöld og þessi ekki karp. Já. Er það ég ekki? Jú, hún er náttúrulega hafin, sko, nú er klukkan orðin 8 að segja þau til. Já. Nei, já, við, sko, í dagskráni hjá okkur. Já, við Rauða borðið. En ekki hvað. Það er eiginlega ekkert annað heldur en ESB í þætti kvöldsins og það voru einhverjir dagar fyrir þessari viku sem snýrist ekki neitt annað en Evrópukosninguna. Sem von er. Sem Laufey segir, þetta er sko við þittum að fleiri þjóðaratkvæðagreiðslur og svo þá sjaldan þær eru, þá er náttúrulega þjóðin með. Við sjáum það bara á honum á þessu. Þjóðin er með. Og við sjáum það á hlustunar og áhorfstölum og kommentum og viðbröðum frá almenningi að þjóðin er þyrst. Þjóðin er þakklátt fyrir þessar upplýsingar. Ég sé það. Og hérna, ég ætla ekki að fara... Svo heyrum við það líka, fólki sem við hittum. Algjörlega. Og ég ætla ekki neitt sökudólgarleik, mokkinn heldur í fram að Ríkisútvarpið hafi staðið sér illa í því að kynna þetta og fræða landsmenn. Ég ætla ekki neitt sökudólgarleik. Ég veit ekki hvort mokkinn hefur hámsöðlað þetta þegar þeir eru að gagnrýna Ríkisútvarpið. En ég held að þetta samræðu form sem hér er að við erum í rólegheitunum að reyna að fara á dýftina með mál. Ég sé ekki annað en að fólki líki þetta bara mjög vel. Ég myndi segja bara að mokkin er búin að vera bara gúan og fiskir í, sko. Það er bara að halda magnið, sko, ráði. En ekki það, sko, þetta er svo mikið. Mokkin í dag, hann er sko með fleiri tonna þessu, sko. Og það kemst enginn yfir að lesa þetta og alls ekki þeir sem eru sko öndveru meiri. Hvað er þeir að fara að lesa bara opnu eftir opnu hérna leikvæðinni í... Ég held nefnilega að þessi ákæfið þeirra verði þeim að falli. Ef þeir ætla að dulbúa sig, þykjast vera hlutlaus fjölmiðill og þá ættu þeir að fara hans hægar. En það er svo mikið lætið þeim að ég held að þetta sé ekki að snúa neinu manni frá já og í nei. Þeir eru skjótið yfir markið. Eru þeir eitthvað að þykjast að vera hlutlaus fjölmiðill? Já, þeir eru því. Ég heyrði Stefáni Einari á Bylgjunni í morgun hjá Heimi Karlssyni. Hann sagði fólk er að segja að við séum hlutdrægur fjölmiðill í þessari kosningabaráttu. Ég er ósammála því. Þetta eru hans eigin orð. Þannig að þeir eru að þykjast. Þannig að þeir eru ennþá að þykjast. Þeir trúi sér svona. Já, einmitt. Okkar besti maður hérna Gunnar Smári, honum hefur verið hælt fyrir að vera mjög flinkur að draga alltaf fram mótraukinn eftir í hvern sem hann er að tala við. Ef hann er að tala við jáara þá hefur hann sér svo neyra, kemur allar spurningar neyra og ef hann tala við neyra þá kemur hann með spurningar jáarana. Þannig að hérna, ég hef líka bara fengið mjög gott margt að heyra sérstaklega viðtölun hans. Og þetta er alveg búið að vera gaman, en það er rosa fínt að þessu sé lokið í bili. Þetta er svona, þetta reynir á okkur öll. Heyrðu, ég var að ræða einhver önnur fréttamál áður en við skellum okkur í þáttinn í kvöld. Það er eitt mál sem að tengist hérna henni Maríu Lilju Þrastadóttur sem hefur unnið hér töluvert mikið á samstöðinni. Mál sem varðar sérstaklega Semu. Þú þekkir þetta nú kannski aðeins betur en ég. Já, ég hérna, þær sem sagt mættu hjá hérna héraðsdóm í gær, held ég, sýnist mér. Og hérna voru sem sagt að allavega Sema hefur hérna sett út status á
Facebook, þar sem hún segir í dag mætti ég í Héraðsdóm Reykjavíkur þar sem ég þurfti að svara til saka vegna ákæru lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu gegn mér fyrir brot á lögum opinberar fjársafnanir. Að ræða landsöfnun fyrir Palestínu sem fór fram snemma árs 2024 og var til þess að 200 einstaklingar komist undan þjóðamorði á Gaza. Það er ekki að lesa allan þennan status, hann er langur. 2,5 ár síðan. En þetta er búið að vera vera einhvern veginn ítrekkað. 2,5 ár síðan. Og það eru ekki lausar enn. Brotiðnar bara svo lítið, Þeir skila reikningum, en bara aðeins og seint. Já, við vorum alltaf kvittanir og endurskoða reikninga. En svo sjáum við að stjórnmálaflokkana rekið eftir þeim að skila ársreikningu sínum og uppgjörum. En svo kemur svona frjálsfélagasamtök og það er ákæra. Og eiginlega bara einn maður sem að hundeltir það allan tíman. Einar Halldórsson. Og eftir er búið að vísa frá, þá kemur hann aftur með nýja kæru. Og nú er sem sagt virðist lögreglan í Reykjavík búin að finna eitthvað sem að henni finnst efnislega duga til sakfellingar. Að þau hafi ekki skilað gögnunum strax. Heldur síðar og þau að gera það strax. Þetta er einmitt eins og það er að benda og þetta er eitthvað sem að við öll það er hort í gegnum fingur hjá öllum eða eitthvað og svo orðbræð sem fylgir í hennar garða á netinu. Hún alltaf hefur þurft að sitja undir því alveg sama hvað hún gerir. En af því myndist á Maríu Lilju, hún er ekki lengur hún virðist ekki lengur hafa stöðu grunaðar. Þetta er bara sem tekur nú veit ég ekki, ég er ekki með af því sem að ég hef skoðað á internetinu, þá sýnist mér að svo sé. Þannig að við getum þú fagnað því fyrir hönd Maríu Lilju. Já, þetta snýst bara sömu, þetta mál. Það snýst bara hana og það er bara, og okkur öll hinn bara, þetta er ekki boðulegt að gera þetta. Þetta er náttúrulega umulegt að það sé hægt að bara eyða tíma löggan sem að við erum öll að kvarta yfir, að gera ekki það sem okkur finnst hún eigi að gera. Alltaf finnur hún tíma í eitthvað svona. En svo þá hún, ef þetta fer þannig, þetta fer fyrir dóm og hún, og einhver refsing og henni verið frestað eitthvað svona, það er bara sama. Þetta er sama. Þetta er alveg út að gera einhverju mannesku þetta út af einhverju svona tillingaskýt. Það bara er ómögulegt og þá býr hún það við það að vera búin að fá á sig sakadóm. Sakadóm, Þetta eru náttúrulega pólitískar ofsóknir. Já, hún segir að það sé pólitískar ofsóknir. En hún segir að aðalmeðferð fari fram í lok október, þannig að það er... Ég spyr mig, ef hún hefði stutt Ísraelsríki, væri þessi atburðarás þá í gangi? Ég ætla bara að leifa þeim spurning að lifa þeim. Eðlileg spurning. Já, eða ef hún hefði verið að bjarga Úkraínufólki undan stríði. Ég veit það ekki. Ég vil ekki bara skilja hlustundur áhörundur eftir með þær spurningar. Þetta er alveg ótrúlega. Ég held að það sé verðt að spyrja þeirra, Ég ætla að standa með henni. Já. Þú gerir það. Þú veist, þetta er náttúrulega bara... Og líka eins og fólk hefur verið að benda á, þú veist, það eru alls konar safnanir sem að fara fram á internetinu, það hefur verið að safna fyrir til dæmis fólki sem er að ganga gegnum veikindi, fólk sem hefur þurft að upplifa missi skyndilegan. Já, ég meni það er björgum mannslífum, þessar stelpur. Það er björgum mannslífum. Er það orðið saknæmt núna? Það er eitthvað svona rasismi. Já, það er svo margt í þessu. Það við getum talað hérna dögum saman það sem að liggur undir. Það er ekki fallegt. Nei, þetta er ljótt. Og ákæruvaldin ekki til sóma. Nei. En við kannski reynum að fá semu hingað í En fréttagsins er náttúrulega svo að verðbólgumarkmiðin nást ekki og kjarasamningar eru núna í hættu og verðbólga er hærri en hefur verið í 2 ár og hérna er bara á flegiferð og menn eru svolítið að reyna að hengja Kristrúnu og þau í ríkisstjórninni fyrir að þau hafa einhverju leyti stuðlað að þessu með kostnaðarhækkunum og verðbólguhvetjandi hækkunum en það er nú alveg ljóst að leiguverðið og flugfargjöld sýnist mér eiga þarna mestan þátt. Og utan að koma til þessu olían. Já, olían hvað með góður. En hvað haldið það, en þau áhrif verða enn meiri núna 1.
1. september nema ríkisstjórnin komi bara saman helgina og framlengi þennan bensínu. Já, sko þennan Það er svona verið að sko svindla svolítið á viktin. Þau eru að gera þetta bara tímabundið og meðan er verið að mæla sko. Svo bara hækka aftur eftir mælingu. Já. En ég finnst þetta hérna sko, að segja það að sko samtök atvinnulífsins stendur hér bara með Bjarna í Fossari og hérna ríkissáttasemjari, svo kemur hérna launafólkið. Þar eru margir hausar sko og ólíkir. Ég held að sko ekki Sólveig Anna fyrst eða annar varaforseti Alþýðusambandsins og Halla Gunnarsdóttir þar á eftir. Það er samvinna þeirra held ég sé ekkert sjálfsög sko. Alls ekki. Og Viljáns Birgisson og Sonju Ýr. Ég er bara ekkert vissin. Ég held að sko launafólk stendur bara frammi fyrir miklu vanda vegna þess að sko að fórusta þeirra er þessi mörgum félög svona er tvísturt. Já, það er ekki gott. En spáir verkföllum? Nei, ég er það nú ekki sko. Nei, ég held ekki. Ég held að menn muni einhvern veginn skýta miksa þetta. Já, frestur yllu bestur sko. Ég held að vera eitthvað svolítið sko. Já. Að hérna það sjáu sér engin hag í verkefnum. Ég held að vera þannig. En þegar svona forsendu ákvæði halda ekki og menn kannski taka hóflegri launahækkanir en ella í trausti þess að stjórnvöld ná að halda niður í verðbólgu og svona og þar með vöxtum. Þetta er svona spurning hvað þetta þýðir fyrir framhaldið að þetta hafi ekki gengið núna. Kannski verða verkalýðsfélög, launafólk síður ginnkeypt fyrir samningum eins og voru gerðir síðast í. Maður veit það ekki. Já, það getur verið. Það getur orðið. Það getur verið. Já. Ja, þetta er vandasamt mál. Sko. Já. En er þetta ekki 1. október sem að sko, jú, ég held það. Ef þau segir samningur, taka það þá gildi 1. október. Já, ég held það sengt í október, ég er ekki með fyrir fram. Já, þetta er næstu viku verða svolítið þessu. Já, það verða læti, sko. Það er náttúrulega búið að vera að tala þetta núna í nokkra mánuði að hérna kjarasamningar munu bresta. Jú, það er bara búin að horfa á árasturinn verða. Já, akkurat, þetta er svo að horfa á hérna lestarslys í hérna slow-mo. Með tölun í dag þá alveg þverbresta þeir bresta með kvelli af því að verðbólgan er bara, hún stekkur upp sko, sem eru ægileg vonbrigði. Ég meina sjáu þið bara hérna næstu stýrivaxta ákvarðanir Seðlabankans að óbreytt og svona bara, það er nú ekki eins og vextirnir séu ekki alveg hreint í sko hæstu hæðum núna, þeir getur enn hækkað. Já, það er að bara skvetta olíu á eldinn sko. Þetta er hæðilegt. Það er ekki hægt. Það er sko meðal annars það sem að fólk vill í þessum kosningum Evrópusambandið, það er við verðum að reyna annan gjaldmiðil, við verðum að reyna að búa við svipu kjör og í öðrum löndum. Já. Og sama tíma er þetta dynja yfir, sko. Forsendur kjarasamninga, brostnar, allt í verðlagi eru úr öllu valdi, lánin er að hækka. Við fáum pósta frá bönkunum okkar, ég fekk frá bókfólum mínum að hérna, ég geti verið að fara inn á rafræn skjöl og séð hvaða ógeð mér var sendt, sko. Þetta er bara, þetta er að gerast núna, bara rétt fyrir kosningarnar. Þannig að þeir sem er að hugsa Evrópusambandið, út af þessu, út af evrunni, út af lánakjörum, það er bara mitt á það bara núna alla daga. Sko. Sumir munu horfa á kosninguna núna á laugardaginn sem einmitt kosningu þetta. Sumir munu segja já til þess að reyna að losna út úr íslenska efnahagsvítaringnum. Sumir munu gera það. Aðrir telja sig vera að kjósa með eitthvað allt annað. Það er eins og gengur. En þetta verður spennandi. En svo getur líka hort á hvað er ekki með 160 miljardar gjaldeyrisvarafórn. Jú. Hvað heldur kostið að reka það? Já. Og ef við færum í evruna þá getum við bara, myndi þetta bara losna. Nei, ég held að fólk sé, þetta sé svona vatn á millu í ára. Þetta hallar í sástand. Heyrðu, ef það ekki bara vind okkur í þáttinn, við ljúkum honum á því að hann Valur Gunnarsson, sagnfræðingur og rithöfundur, hann kemur hingað og ræðir meðal annars hluti sem tengjast þessu sem þú ert að segja, Sigurjón. Hann er svona hluta til að horfa á Evrópu í sögulegu friðarljósi frá síðari
heimstyrjöld og telur nú augljóslega við Íslendingar ættu nú að halla okkur að meginlandi Evrópu frekar en Bandaríkjunum. En hann segir líka margt annað áhugavert í þessu spjalli og hann segir að þeir sem hamist mest gegn ESB ættu að átta sig á því að það yrðu nú ESB-ríkin sem yrðu fyrst til þess að vera krafin aðstóð ef eitthvað hræðilegt kæmi fyrir hérlendis. Og þetta nú svolítið til marks tvöfeldnina sem í umræðinni, það mikil tvöfeldni í umræðinni. En við ætlum að enda þáttinn á þessu spjalli við Val. Þar á undan kemur Gísli Tryggvason lögmaður og ræðir álitamál einmitt í Evrópurétti og hvaða breytingar getur orðið til góðs eða ills ef Ísland yrði aðili að Evrópusambandinu, hvernig yrði samið. Hann segir, Gísli, að það leiki engin vafi á því að staðbundnu fiskistofnarnir okkar, það verði ekkert rifrildum þá. ESB segir bara strax á fyrsta fundi, allt í lagi, þið þá. Það sé bara deilistofnarnir. Þekkir þetta vel? Já, ég bara eins og mörg ár, hefur verið þannig að staðbundnir stofnar, við höfum veitt úr þeim í svo langan tíma að það á ekkert annað ríki sögu eða heimildir til að veiða í okkar staðbundnu stofnum. Þannig að það, og svo auk þess, landhelgin okkar liggur ekki í landhelgin okkur annað þjóðar. Þannig að við erum alveg einangruð með þetta og svo lengi sem ég nú gamall sjóari og ég talaði við margum þetta, nú ég ekki að tala bara út af þessari kosningavaratu, þetta bara alltaf verið svona. Menn hafa sagt, þetta eigum við einn. Og svo aftur deilistofnanir, það sem við höfum verið svolítið frek, Við höfum ekki tekið þátt í samningum og vilt bara svo sýnist og meira sem fiskinn og meðan hann verið minni. Veist það ekki, allt svona. Við höfum ekki stáð okkur vel í deilistofnum. En við eigum samt einhvern veiði rétt þar. Þannig að við fáum, með öðrum þjóðum. Og það náttúrulega... Þetta er stofnar náttúrulega sem að koma svo inn í okkar landhelgi. En við getum ekki beðið eftir því. Við erum að veiða hann, hann þroskast á leiðinni, og betri vara þegar hann kemur, en við höfum ekki getað beðið. Og þannig að þetta deilistofnanir, það verður málið. En staðbundnu stofnanir eru mikil meiri hluti í hagsmunum okkar, ekki satt? Staðbundnu stofnanir eru mikil meiri hluti í hagsmunum okkar, ekki satt? Já, það er bara sem við þekkjum, bara þorskur, karfi, ísa og þetta saman, Þessi stofnar, þeir bara innan okkar landhelgi þeir okkar. Þetta er alveg bara, held ég sé, alveg kristalltært. Og við Gísli ræðum líka svolítið, hann fer aðeins inn á fjölskylduna og rifrildin sem eru og viðkvæmni og sársauka og svona. Ég hef svolítið verið að ræða við fólk, kynnast persónulega því hvernig fólk upplifir þessa kosningabaráttu, því ég veit persónulega á mörgum dæmi kringum mig þar sem að ég veit vinslit sem hafa orðið út á þessari kosningu. Þetta er bara búið að vera mjög viðkvæmt. Og það er alltaf fyndið að Gísli segist að 2 bræður og sem séu mjög ósamstiga Gísla í skoðunum. Gísli segir já, en 2 bræður hans sem beita sig mikið segja nei og hann getur rætt við annan en ekki hinn. Og þá er það bara þannig. Við reynum ekki að ræða þetta mál. Og við vorum að velta því fyrir okkur hvort við þurfum ekki aðeins fleiri þjóðaratkvæðagreiðslu til þess að við getum bara hitt hvort annað að verða ósammála. Og líka því að þetta er ekki beint, þetta virðist ekki vera flokkspólitískt eða Já, sumpart. Já, nei, ég meina að fólk er ósammála innan mismunandi hreyfinga. Jú, það er það. Og sem það eru félagasamtök eða stjórnmálaflokkar eða þannig að Við getum verið sammála þetta mál, en algjörlega ósammála kannski pólitíkina sjálfa heima. Já, það er líka því að það eru náttúrulega mismunandi forsendur bæði fyrir jáin og nein. Það er mismunandi sem að fólk er að mismunandi hlutir sem fólk er að horfa á, en það eru náttúrulega bara mismunandi hlutir sem skipta okkur máli. Valur segir að internetið sé búið að eyðileggja lýðræðið. Já, það engin viti neitt nokkuð, engin treysti nokkru og þá förum við í einhverja svona dularfulla tilfinningar sem við finnum innra með okkur og hjá öðru fólki. Það er líka áhugaverð skoðun. Ég var að horfa á myndband með Bubba Mortensen sem var í Laxá í Aðaldal og reif kjaft, hann var bara komin aftur í bara rokki standart út í á
og þá var hann, sko, hann allar að segja já. Og hann sko, farin á Facebook-síðinu Bubba Mortens og sjá þetta. Hann ekkert að spara þetta, sko. Nei, ég mista Bubba, en ég heyrði eins og nýtt lag eftir kallinu í útvarpinu í dag. Þannig að hann enn að skrifa og semja, duglegur. Það ekki Evrópusambandið? Nei, ég held ekki. Síðan hérna kemur Steinar Harðarsson, hann öldungur, vissuð hann 82 ára gamall. Ótrúlega. Rúsalega bera sig vel. Ég veit það. Baróttum á mikil. Já, hann kemur hérna sem fyrrum svæðistjóri vinnueftirlitsins og ræði við mig vinnueftirlit. Það að mestu leyti þetta nú svona ótengt Evrópumálunum, en samt ekki alveg. En þú ætlar að hefja leik með þínum góðu gestum, Sigurjón. Hvað ætlar þú að bjóða upp á? Sko, þau koma til mín, Kristín Ásgeirsdóttir sem var á nú þingi fyrir kvennalistan á sínum tíma, Sigurður Már Jónsson sem vann með mig lengi á DFF og pressunni en hann svona mokkamaður svolítið, skrifa mikið inn á bloggi á mokkunum og heldur úti vef sem heitir Hluthafinn á samt Jóníki Haugsinni og svo annar fyrirvinnufélagi minn og nafni hans, Sigurður Þór Salvarsson sem bæði blaðamaður og þýðandi og þetta fólk sem allt yfir skoðanir en ekki alveg eins, ekki sömu skoðuna, svo það koma fram hjá þeim svona 3 skoðanir. Já, og Kristín Ásgeirsdóttir. Og þú ert búin að Nei, þú glemtir henni. Já, Kristín Ásgeirsdóttir, já. Og þú er búin að endurheimta þitt eigin nafn á þínum eigin þætti. Já, og ég ætla að leyfa þig bara að vera í friði með það núna. Manstu í fyrra þegar þú varst að ætla að bakka aðeins út úr dagskrárgerðinni og fékk ég að lánað, og svo ertu bara komið með það núna aftur. Reynsluboltarnir eru þínir. Já, þetta svolítið ágætt nafn, sko, þá maður með fólk sem svona... Og þú ætlar svona í þessum þætti eins og síðar, þá ætlar að leita til fólk sem hefur svona lifað tíman að tvenna. Já, en sko, ég vil byrja þetta á öðru, sko. Ég vil byrja þetta á uppsögnunum í Reykjavík, til dæmis. Já, einmitt. Svona svo að ESB taki ekki allt, sko. Já, það mjög gott. Einmitt. En það þær náttúrulega mál sem svolítið að hverfa í í þessu Evrópu dæmi. Já, ég held þessi rétt þær. Kannski tímasetningin ekki tilviljun. Nei, hún örugglega ekki tilviljun. Þetta góð punktur á lögum. En þetta er náttúrulega rosalegt og mér finnst svo áhugavert líka að þetta að koma í byrjun skólaárs. Já. Bara rétt áður að skólarnir byrja, þá bara búið að stróka út Skólalegin sem er verið til að reyna að koma í veg fyrir einhverja fleira skólalóðinni, sko. Já, eru bara, Einmitt, og nú segja þetta séu bara 15% þeirra niðurskurðar aðgerða sem séu framöndan. Já, búið það bara alveg. Þeir eru bara hlaða í hrískotabissunar. Já, enda þau ætlaðu að fara í allt strax. Sjálfstæðisflokkurinn, þannig að... Já, býðiði bara, segir fólki, sko. Það segir, sko, fjöldamanns. Býðiði bara. Svo ráðu þau sitt eigi fólk í staðinn. Já, svo það. Við þekkjum minnstrið. Það verður ekki alveg strax, kannski. Ég tek þetta aftur. Þetta er eitthvað sem ég get ekki leyft mér að staðhæfa. Nei. En ekki byrjað út í þessu starfum? Og ekki verið að bjóða sér fólki lægri laun hjá einhverju fyrirtækjum? Ég vil fá að sjá lista yfir alla þessar stjórnendur sem fengu uppsagnarbréf. Þau segja þessum myndlistjórnendur og fólk sem svona ofalega eitthvað í skipuritinu. Ég vil bara fá að sjá þessi nöfn. Ég veit ekki hvort ég trúi þessu. Bara óska eftir. Þetta er náttúrulega ekki komið allt í ljós ennþá. Nei, akkurat. Þannig að við kannski þurfum ekki að alhæfa um það, en þetta en þau eru að svara spurningu frá okkur. Það er ekkit. Gott hjá þér að einmitt fara með þínum viðmælendum í þetta mál, því að það hefur svolítið fallega milli skips og bryggju hjá okkur hér. Þetta er kannski eitthvað sem við tökum upp eftir helgi. Og ekki síst það, þetta sé bara byrjunin, sko. Já. Það býðiði bara Þú rættir þetta nú aðeins í gær, Jú, aðeins, en ekki nægilega. Formann kennarasambandsins. Já, ekki sem skildi. Nei. Við erum að halda áfram aðhaldi í þessum efnum. Já.
Heyrðu, ég var að segja þetta gott bara það bara. Það er ekki. Jú, Það er ekki bara allt kátt og glöð. Jú, áfram Ísland og þá á ég ekki endilega við slagur þeirra sem ætla að segja nei, heldur bara áfram Ísland. Það nýr mánuði framöndan og eins og þú segir, það er bara veðrið búið að vera fallegt og gott að vera til. Það segir. Já, og enn betra að vera til ef þú ert áskrifandi að samstöðinni og ef þú hefur verið að velta því fyrir þér en hefur ekki komið í verk, þá bendi ég á að það er afskaplega lítið mál að fara inn á vefslóðan samstöðin.is og finna áskriftarnappinn þar til gerða og fyrir aðeins 2.750 krónur á mánuði getur þú stoltur sagt þér, vinuðinum og fjölskylduðinni að þú gerir allt sem þú getur til þess að viðhalda fjölbreytni í dagskrárgerð og fjölmiðlun á Íslandi og einnig þið ykkar sem eru duglega að dreifa okkar efni og talið bara vel okkur, hvort sem það er í heitapottunum eða hvað það er, við erum ykkur þakklátt, við værum ekkert án ykkar. En það styttist í að Sigurjón Magnús hefji hér leik með góðum gestum í þættinum reynsluboltum. Ekki vera langt. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund. Það er til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunni ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. PISA-prófið mælir getu í því að lesa milli línanna erfiða fræðilega texta. Það er beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda til fram og með því sé hægt að segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin. Já, komið þið sæl. Það eru reynsluboltarnir. Til mín eru komin Sigurður Þór Salvason, blaðamaður og þýðandi og eitthvað meira. Sigurður Már Jónsson, blaðamaður og ritstjóri. Og Kristín Ásgeirsdóttir, fyrrverandi þingkona og forstöðumaður Jafnréttisstofu hér á það fyrir. Jú, það er náttúrulega svolítið síðan. Já. Þannig að þið hafið reynslu að baki, þannig að þetta er rétt reynslu bolta. Það er ekki sammerkt með okkur, ekkert okkar er í föstu starfi sem stendur. Við erum svona bara komið svona sem hlutlaus hópur hér að borði. Þetta er svona reynslu bolta, fólk sem er svona marga fjörun á sopið. Það er bæði þurft að hugsa stíft og bogni baki. En þetta er að forsendur kjarasamninga eru brotnar, Sigurður Þór Salvason. Þetta er vont mál. Þetta er bara mjög vond tíðindi en það er svo sem búið að stefna í þetta alveg síðan í vor, þannig að þetta kemur... Skellurinn er kominn. Skellurinn er kominn og nú er bara spurningin hvað verkalýðshreyfingin og ríkisstjórnir, hvað menn ætla að grípa til bragðs. Hvernig er hægt að komið vekk fyrir það að hér fari allt á hliðinni í haust í vinnudeilum og þar fram til göttunum. Því það er eitthvað sem að samfélagi þarf bara alls ekki á að halda. Nei. Sigurður Már, er það ekki svipað hjá þér? Jú, þetta er vonbrigði að við séum, það var að koma verðbólgumæling sem sett í morgun, 5,6 verðbólgumælings núna 5,6% og það eru svona ýmsir undirliggjandi þættir sem er að ýta því upp, meðal annars leiguverð, það er ný mæling á leigunni sem er kannski ekki endilega hjálpa okkur
akkurat á þessu augnabliki og síðan eru ákveðna kostnaðarhækkanir í opinbera, útsölur að ganga tilbaka og sömuleyti þetta í takt við spár þeirra sem vinna við að spá hvað verðbólga verður og það auðvitað vonbrigði að við séum stödd núna akkurat fyrir ári síðan. Þá vorum við bara í því ferli að verðbólga var að lækka og stýrivexti voru byrjaðar að lækka líka og menn höfðu svona talsverða væntingar að við værum bara að ná alveg þokkalegri lendingu á hagkerfinu og það var alveg ágætt þensla enn í kerfinu en Seðlabanki var samt farin að horfa á lækkunum og farin að feta sig inn í lækkunarferli og menn höfðu þær væntingar og hérna ég fylgir stundum líka með hlutabréfamarkaðinu, við varum með okkar gamla félagi Jón Ingi Haukssyni, við skemmtum okkur við að vera með hluthafaspjallið og rýndum í þetta þá vikulega svona í hlaðvarpsþætti og það var svona talsvert fyrir ári síðan, það voru bara væntingar að þetta myndi bara þokast í rétt átt, þannig að það er mikil vonbrigði við séu stödd hér og hérna og ég held því miður að ríkisstjórnin ber talsvert mikla ábyrgð á því. Sérstaklega í ljósi þess að hún hafi svona farið í gegnum kosningabaráttunni með væntingar sleggjun á lofti og annað slíkt að þetta hafi gerst með þessu þætti og nú, þá er þetta niðurstaðan og nú er það bara hvernig við tökum á þessu eins og Sigurður nafni minn hérna að benda á að nú þurfa aðila vinnumarkaðarins að koma saman og svo þetta einhvers staðar bak við ríkisstjórnin og hvernig ætlum við að lenda þessu? Hérna ætlum við vitum alveg formúlan hvernig hún ef það samið með tillit til hérna verðbólguna og ætlum að veita launafólki það allt tilbaka menn hafa reynda betta á kaupmáttur hafi á þessum tíma aukist þannig að þetta ekki alveg einhlítt en núna erum við bara í þessari stöðu að það reynir á einhvers konar þjóðarsáttar vilja eða að leiða skynsemin að borðinu, setja svona markmið og stefnu sem allir geta þá einhvern veginn sætt sig við. Það er enginn að fá allt sem hann vill og það þarf einhvern veginn og þar gerum við að horfa fram á aukið atvinnuleysi og við sjáum í sumum geirum sem eru mannaflsfrekir eins og byggingariðnaður og þar framöndu göttunum. Þar er bara orðið talsveit hart í ári og svo höfum við þarf ekki sé svona dálítið óvænt að það komnar uppsagnir í opinbera geiranum eins og hafa verið að birtast hér í Reykjavík. Svo ræða það eins og eftir en Kristín þetta alvarlegt mál og líka sem að Sigurður segja svo launafólksmegin koma svo margir margir fórustumenn margir sem að geta ráðið framhaldinu og ólíkar persónur þannig að þetta í lauslofti. Ég verð nú að segja það, ég hef ekki, ég held að það verði virkilega reynt að koma í veg fyrir átök á vinnumarkaði. Staðan bara einfallega þannig og það er sérkennilegt akkur leiguverð að hækka svona mikið. Það náttúrulega, auðvitað bara, það eftirspurning, þetta spurning eftirspurn. Og það bara svo mikið skortur á framboðshliðinni. En svo megum við ekki gleyma því að heimsmálin spila hérna líka inn í bara hækkun olíuverðs og það ekki bara það nú fylgist ég töluvert með fréttum erlendis frá og til dæmis í Bretlandi þar voru þeir bændur með miklar áhyggjur af því að það ekki að berast það sem þarf í áburð til að og sem þýðir líka mikil hækkun á áburðarverði þessi miklu brunar í Evrópu sem valda gríðarlegum skaða í landbúnaði, það ekki bara skógarnir og miklir þurrkar þetta á allt eftir að hafa í för með sér mikla verðhækkanir þannig að þetta ekkit auðvelt ástand að glíma við og ég svo sem veit ekki hvað finna einhverja sáttaleið í þessu því að ekki síst einmitt út af ástandi heimsmála þá held ég að svona innanlands ófriður hér væri nú svona síst af öllu það sem við þurfum. Og mér heyrðist það nú svona þeir hafa nú verið að tjá sig verkalýðsforingjarnir og sem hann alltaf að segja þetta brostið en við þurfum að finna leiðir. En við skulum vona það. Það er líka svolítið svona að því fyrir kosningar
og svo eftir kosningarnar þá var svona verið að eins og Sigurður Már nefndi áðan, þá var verið að þetta með sleggjuna átt að berja niður vexti og verðbólgu og svo bara gerist það ekki en það var búið að lofa okkur ansi miklu. Jú, en eins og Kristín nefnir, sko, þá hefur ástandið á alþjóðavettvangi gjörbreyst, sko, frá því að kosið var hérna síðast. Og það hefur auðvitað haft mikil áhrif á verðbólguna, til dæmis með því að það hækka allar vörur erlendis frá. Allskins óáran í Evrópu líka og í Bandaríkjunum. Þannig að þegar þetta kemur allt saman, sko, þá er ekki hægt fyrir einhvern íslenskan stjórnmálamann að segja bara ég ætla að ná þessu niður af því að hann hefur ekki stjórn á öllum atriðum málsins. En einhverjum, það hafa verið að hækka komugjöld og fleira. Jú, og svo hafa menn líka verið að hækka einhver gjöld hérna innanlands og það er bara alls ekki gott. Nei. Þannig að það er ekki alveg saklaus. Nei, þeir eru alls ekki, ég er ekki að segja það, sko, alls ekki. Og ekki sveitarstjórnirnar heldur. Nei. Men ég held að sko, þetta ferli eins og ég var að segja áðan, sko, að akkurat fyrir ári síðan, þá var talsveit önnur stemming gagnvart verðbólgu og stýrivöxtum og þetta ferli, sko, þegar maður horfir svona, það er auðvitað alltaf gott að vera vitur eftir á, svona þegar maður horfir tilbaka, að hérna þá finnst manni eins og að það hafi verið gerð ákveðin mistök, að það hafi ekki, sko, verið hort að missa það aftur á stað þetta verðbólgu og stýrivaxta ferli sem þetta fara í stað sem fara úr lækkunarferli stýrivaxta þá séum við komin í hækkunarferli og það var finnst eins og þar hafi hagstjórnin að sko talsöluleyti brugðist. Ég ætla ekki að gera lítið úr alls konar áhrifaþáttum erlendis frá og það er það sem stjórnvöld glíma við hér koma bara alls konar atriði, ég meina við getum nefnt COVID fyrir 5 eða 6 árum sko og þegar við vorum að fara upp úr COVID þá kemur Grindavík og það er alls konar hluti sem þarf að fást við en sko eiga síðu það er hlutverk stjórnvalda og hverju sinni að vera svona lykil atriði í hagstjórn í landinu. Það er það sem væntanlega við ætlumst til og að mínu dómi þá vonbrigði hvernig til hefur tekist því miður. Já, en það búið að lofa okkur hallalausum fjárlögum sem er verið að smíða núna. Já, og það hlýtur að taka í. Hvernig þið ná því, það er ekki með ljós. Já, og kannski er sú stefna líka einhvers konar orsakaþáttur í þessu. Já. Sko, fyrir ekki sko, eins og með fjárlögin, þau velta náttúrulega talsveit mikið sko ákomi fjárlög á hagvexti. Sko, skatttekjur eru mjög margar tengdar hvernig hagvöxturinn er. Eins og virðisauka skatturinn og annað slíkt. Og ég veit ekki hvað væntingar má hafa hagvöxtin stendur. Sumt er ágætur róli í íslensku hagkerfi. Við sjáum að sjávarútvegurinn er að fá gott verð fyrir afurðir sínar erlendis. Mjög gott verð. Og við höfum fengið svona alveg þokkalegar vertíðir og það hefur gengið bara þokkalega. Orkuverð hefur verið að hækka mikið. Það er Norðurál fór aftur í gang hérna núna í júní. Og það er hátt verð á álið sem mun skila sér þá í auknum tekjum og kemur þannig að útflutningsgreinar að standa sig þokkalega og síðan aðal svona gjaldeyrisskapandi greinin okkar sem er ferðamannaþjónustan, hún heldur ágætlega sjó að því manni virðist, það svona virðist vera menn vilja meira og margir eru búin að fjárfesta mikið í alls konar ferðaþjónustu verkefnum og sem munu örugglega ekki fá tilbaka þann pening allavega strax. Sko. Maður sér þar fjárfestingar sem maður sér að munu valla skila. Þannig að við getum hort á ýmsa sko hagræna þætti í hagkerfinu núna sem bara standa sig ágætlega. Þannig að við getum verið sko bjartsýn hvað það varðar. Íslenska hagkerfi stendur sér alveg þokkalega. En svo höfum við sko þessa afleitu markaði sem eru kannski byggingamarkaðurinn sem er sérstaklega húsbyggingamarkaðurinn. Það er nú reynda en talsvert að ýmsum öðrum verkefnum og kannski virkjanaverkefnum og annað slíkt sem eru að fara í gang. En sko hagkerfið þó ég er ekki sérlega bjartsýn á
að því ég tók þetta upp sko í framhaldið sko hvernig fjárlögin væru, að sko hvernig þau ætla að loka þessu fjárlagagati sko, það bara 2 leiðir, það er niðurskurður eða þá skattahækkanir. Það er spennandi að sjá. Það verður spennandi að sjá. Ég veit ekki hvað skattahækkanir getur verið sko í pípunum, ég átta mikið á því. Nei. Herri, en svo er þetta, hérna við förum yfir í heitamálið, að þá er þessar uppsagnir hjá Reykjavíkurborg, að hérna, það er mælast eðlilega illa fyrir og hérna það er þegar byrjað að útvista og svo finnst mér líka að reynda að tala hérna Vitatorgið. Mér finnst alveg brjálæðislegt að það er að vera að segja okkur það að það kosti 500 milljónir að endurnýja eldhúsið þar. Það er bara dýrast einbýlishús á Íslandi. Eitt eldhús. Þannig að það er eitthvað svona, mér finnst þetta eitthvað svona... Það þarf að fara ofar í þetta. Það þarf að eitthvað kafa ofan í þetta. Það var náttúrulega þessi nýju meirihluti búin að boða svo sem ýmislegt. Listi þannig upp á 100 atriði sem átt að taka á. En þetta einhvern veginn, þetta virkar svona handahófskennt sko og borgarstjórinn segir sko að það sé verða að taka á yfirbyggingunni og hérna byrjaði í ráðhúsinu en maður þarf náttúrulega að sjá sko hvernig þetta virkar í raun. Það eðlilega eru mjög hörð viðbrögð við þessu og fólki náttúrulega snar bregður og þetta er þjónusta við sko börn og ungmenni. Innflytjendur. Já, verða að leggja niður eða bara alla þjónustu í kringum innflytjendur. Vísa því bara til ríkisins. Þannig að það byrja algjörlega neðanfrá. Já, það hluta til allavega. Það er alltaf bara mjög slæmt þegar fólk missi vinnuna. Já, það er mikið áfall. Það er mikið áfall fyrir þetta fólk og bara fjölskyldu þeirra á alla. En það kemur manni á óvart þegar að kjörnin fulltrúa halda því fram að þannig verið að segja upp eitthvað 60 mann svona í raun, einhverju 30 sem fá vinnu aftur, eitthvað annar staðar. Reyndar skils mér að það sé á lægri launum, en ég veit svo sem ekki nákvæmlega hvernig það liggur. En að segja það sem sagt í raun og veru að þessar 60 manneskjur það mun ekki skerða neina þjónustu hjá borginni. Já, það er sérkennilegt. Og þá er bara verið að segja mann það að þessar manneskjur þær voru ekki að gera neitt í raun og veru. Það var ekkert gagn að þeim. Það lítur að vera meiningin og Já, og manni finnst það nú bara mjög hastalegt bara fyrir þetta fólk og aðra að fá það bara sér svona framan í sig að já, þú ert búin að vera hann í vinnu í öll þess ári en þú hefur ekki gert neitt í raun og veru. Þú ert bara það má alveg henda þér út og það sést ekki neitt breyting á neinu. Þetta er sem er skólaliðana en svo byrjaði út í sig eitthvað. Það er byrjað að endur á eitthvað sem fólki bara að eru vinnuvitenda. Til að fá lægri laun. Á lægri launum. Málaust. Nei, þetta lítur ekki vel út. Nei, alls ekki. Alls ekki. Og þau boða meira, ekki hvað segir morgun? Jú, það eru fleiri svið þarna eftir sem á eftir að taka til á. Sko það má vel vera að og ábyggilega veitir ekki af að taka til hér og þar sko, en það er ekki sama heldur hvernig það er gert og hvar það er. Hverjir hérna verða fyrir barðinu á þessu og hvaða þjónusta, já, hvað þetta þýðir fyrir þjónustun og ekki síst það sem að viðkvæmir hópar eiga í hlut. Já. Og svo finnst manni svolítið sérkennilegt sko að hérna Sjálfstæðisflokkurinn hefur alltaf verið á móti miðstýringu og þarna sem sagt er verið að núna að taka verkefni sem voru út í hverfunum og verið að flytja þau inn í miðstýrt apparatnir í Borgartúnið. Þannig að það einhvern veginn finnst mér ekki bara að hljóða þetta er fyrst og fremst niðurskurður. Þetta er bara fyrst og fremst niðurskurður. Já, og það er bara hvar er byrjað og hvar er hérna, hvar er fítan hvar fítan liggur sko en já, fyrir ekki hérna ég var að hella niður vatni hérna kljóðskapur í mér en hérna þetta er nú bara vatn já, sem betur verið það koma aftur glærur út hér glóðir út úr hljóðnámanum þá er vondumálum við sitjum þangað til en sko það er kannski svona tvennt sem að maður horfir til varðandi þetta að hérna það er kannski
sko, þetta í hagræðingaraðgerðir hjá henni opinbera og uppsagnir, það eru uppsagnir mjög víða í þjóðfélaginu núna, tímalaust og það spurning, sko, hagræðingaraðgerðir hjá henni opinbera fá alltaf talsvert mikla athygli og það vegna þess að þar sko, það ekki viðskiptavinnu, það eru skjólstæðingar. Þannig er umræðan. Ég þekki ekki, sko, ef maður segir sem svo að þessi sem að stýra núna borgina hafa fært ýmis rök fyrir því að þau telja að þurfi virkilega að ráðast í aðgerðir til þess að lækka kostnað og hérna meðal annars vegna skuldastöðu Reykjavíkurborgar og skattstofnar eru svona mestuleyti í botni finnst manni og svo má alltaf deilum ráðstöfun fjármuna á hverjum tíma og síðan sko hin spurningi kannski hvernig að þessu staðið. Sko, ég hef einu sinni verið rekinn á ævinni hérna, og það var bara, gjörðu svo vel, farðu. Þannig var það sko, og ég var ekkert ánægður og fannst þetta bara frekar ósanngjarnt sko, og þarfættugöld og svo bara var maður í fílu í einhvern tíma og svo reyndi maður bara finna sér eitthvað annað að gera eða finna og bregðast þannig við til þess að þetta hefði ekki sko eitthvað niðurdrepandi áhrif á líf mitt eða annar í kringum minni mig, þetta atvik. En auðvitað það erfitt að vera sagt upp og sérstaklega kannski þegar fólk komið á svona virðulegri aldur þá það mjög erfitt, það kannski búið að investera feril á einhverjum tilteknu stað og hefur lagt ýmislegt á sig kannski á fyrri tíma og finnst það kannski ekki fá uppskorið þegar þar að kemur. Þannig að sko var þetta gert með sanngjarnum eða eðlilegum hætti, ég skal ekki segja það er alltaf svolítið erfitt þegar þú kannski farið að fjölmiðla myndinni gegnum sko stéttafélagi sko talsmaður Sameiki fyrirgeðu sem er mjög mikið í fréttum allt í einu bara orðið frægast sem náttúrulega talsmaður já, ég meina hann og harður talsmaður þess og stundum finnst maður mættir kannski líka beina þá stundum gaggrínum spurningum að honum ef því að dreifa en eins og segi það þessi tveir þættir annars vegar sparnaður, bregðast við fjármálastöðu, finna lausnir því þetta kynnt þannig að ná til millistjórnenda og stjórnenda þú sagðir með þjónustu ég þekki ekki öll þau verk sem þannig er unni en að því að það snýra skjólstæðingum og þetta það mikið af þessu fólki sem þarf að sinna mjög mikið sem bara orðið hluti af kannski að vanda líka hinn það er fólk sem að þarf mjög mikið að vera að sinna allan daginn og meðal annars hælisleitundum flóttafólki sem að hefur kannski bara litlar bjargir og þá kannski bara mjög mikið af fólki að sinna því dagana langa og það er bara kostnaðarsamt ferli ég þekki það ekki í smáatriðum en við vitum að það er sérstaklega ef fólk sko hefur kannski ekki félagsauð hér innanlands og þarf alltaf að sækja til opinbera starfsmanna bara nánast hver einustu smá viðvik sem á stofnanir bregðast við með að setja bara upp lokunarkerfi ég sá að í einhverju tilviki var þetta rætt að þetta var einhver viðkvæm þjónusta sem væru neyðarhappar og útgöngu sko þá spyrir maður hvað þjónustu var að vera að veita undir slíkum kringustæðum og hvar erum við þá stödd sko ég meina, jú það er fólk sem að sækir bara allt sitt lifibrauð inn í að fá slíka þjónustu. Það breytist ekki. Nei, ég veit það ekki. En er ekki hugmyndir alltaf að það breytist? Nei, ég meina eins og til dæmis með hælisleitendum hefur fækkað þú meður komu þeir að hinga til það er lendi að fækkað þeim sem að þurfa fjölgar samt sem eru þeir eru hérna og þú leysir ekki þann vanda með því bara að reka starfsmennina sem að sá þá ég átta mig á því en ég er að velta því samt fyrir þessu kerfi vegna þess að stundum við líka að velta hvað kostar og svo sér maður að það er bara heilu stofnanirnar sem er að fást við þetta Reykjavíkurborg var með samning við ríkið varðandi hælisleitendur sko hér og þeir eru að segja upp þessum samningi og þar með þeim sem að unnu samkvæmt þessum samningi þetta eitt af því sem verið að gera og ég skilði það þannig það sé bara verið að ýta vandanum sko, til ríkisins aftur sömuleit sömur þessi samlingi, ég fylgdist náttúrulega til dæmis eins og hvað gerðist upp í Borgarbyggð með
fólki sem var á Bifröst Já, já. að þetta var allt í gríðalegu kostnaði fyrir sveitafélagið. Vegna þess að það var auðvitað ala önn fyrir þessu fólki. Já, já. Og það var ekkert spurt að þessu í rauninni. Hvað? Sveitafélagið. Nei, það í rauninni pílutið satt uppi með það. Já. Vegna þess að það er einhver samningur. Tilkynnti daginn að það eru komið svo rann samningur út og þá er það. Ég meina bara eins og, ég segi nú ekki, þetta er nú ekki svona grákásar ákvæðum að þú ber ábyrgð á þínum ættingum og skildmennum, sko. En þú ber samt ábyrgð, það er einhver sem reynir að bera ábyrgð á fólkinu á tilteknum tíma og tilteknum stað. Og kannski maður sjá í þessu, sko ég segi, við hefum kannski ekki fengið sérstakar nánar útlistanir á hvað þetta fólk var að gera, hvað var nákvæmlega verið að gera þarna, en samt það er... Spurningar, þarna, Siggi, við myndum hringja og spyrja ef við verðum blaðamenn. Að sömuleyti er það rétt. Þetta var spurningum samgöngur, það eru engar reglulega samgöngur þarna upp á Bifröst. Þetta var spurningum hvað væri hægt að gera fyrir börnin og unglingana. Og við mögum ekki gleyma því að Íslendingar buðu velkomna bæði fólk frá Venezuela á sínum tíma og náttúrulega Úkraínu og þegar það er gert að þá verður auðvitað að sinna þjónustunni við fólkið. Ég segi þetta, ég held að þetta hafi nú bara verið vanhugsað. Það er alltaf verið að reyna að bjarga. Hvar er húsnæði? Hvar getur við komið fólki fyrir? Og það er þarna fullt af auðum húsum á Bifröst. En svo vantar allt, allt í kring. Já, ég meina, það var auðvitað börn sem þarf að sinna aðra, en að koma inn í skóla og annað slíkt, og svo var líka fullt af öldruðu fólki, sem að í raun og veru, hvað framfærslu hefur það þegar það getur ekki unnið, og kemur til Íslands og hefur í raun og veru enga lífeyrissjóði eða neina, ég meina, hver ber þá framfærslu skyldu á þessu fólki, og sumt að þessu fólki var kannski á þessu virðulega aldri sem við þekkjum, að var ekki komið á rétt til lífeyrisgreiðslu eða annað. Mjög mikið af konum, því að kallarnir fengu ekki að fara upp að vissum aldrei frá Úkraínu. En vandinn kannski líka sá að þegar við fórum að taka á móti þessu fólki frá Úkraínu og Venezuela, þá kom það nokkuð bratt upp á. Það var engin stór aðdragandi að því að menn ákvaða að opna. Þannig að við höfðum ekki undibúið okkur á neitt hátt fyrir að taka á móti öllu þessum fjölda af fólki. Þannig að allur svona infrastruktúrin okkar og hann var ekki viðbúinn. Og þá er mjög hættið því að þetta fari í einhverja svona vitleysu því að þá erum menn að redda hlutunum hér og þar bara tímabundið en það vantar allar svona heildarstýringu. Herru, eigum að skipta yfir í stóra málið? Byrja á þetta nú nokkuð stórt mál. Já, en er stærsta málið. Byrja fyrir þessa dagana. Ég ætla að uppljóstra með það að við erum í upptöku áður en að útifundurinn á Austurvelli hefst. Þannig að hann er ekki sem sagt. Þannig að þú ert að kynna þennan fund sem er á Austurvelli klukkan. Það eru aðri fundir. Já, mér finnst þetta bara, þetta er í dag. Já, var reyndar á bíla mjög vel hefnaða fundur í gær. Já, það er líka í dag. Já, í Tónabíó. Já, fundur í Tónabíó. Milli 5 og 8 held ég. Það er einhvers konar úti hátíð væntanlega. Austurbæðarbíó þá rifjaðist upp líka þegar Gvendri Jaki var hann einn á sviðinu og kallarnir í bekkjónum alveg kolbrjálar út líðin. Hann kom öllum glöðum út. En þetta var mikið sjó hann í gær þegar Kristrún var að tala við tróðfullt hús af fólki. En svo á eftir... Það var svolítið skemmtileg uppsetning á þessu fundi að því að hvað þetta er hlustunafundir, er það ekki? Og maður sá fyrstu fundina, þá var svona út á landi og ekkert mjög margir í salnum og hún satt svona á stól niður í salnum. Ekki svona uppi eins og Ólafur Ragnar myndi nú örugglega gera heldur satt hún svona niður í salnum og það var ekkert mjög margir. Svo á þessu fundi í gær þá var náttúrulega komið svona meiriháttar rockstemming í þetta og hann minnti mig svolítið á svona þessa bandarísku fundi vegna þess að það var bekkir af fólki fyrir aftan hana sem klappaði svo bara hjá Trump. Það er alltaf fólk sem klappar svona. Það verður að nýta plásið. Nei, þetta er náttúrulega flokkshestarnir sem eru þarna hafðir fyrir aftan. Það held ég ekki. Þetta var allra... Fyrirgeðu kaltæðir. Já. En hún fekk bort hljóðana. Má ég... Já, í fyrsta lagi, þá var ég að segja
það er mjög svona ánægjulegt sko, hvað umræðin er mikil og hvað þáttakan í umræðinu er mikil. Tek undir það, Kristín. Já, það eru sko bara hinir og þessir sko, Jón og Gunna og bara sem eru að skrifa bæði í blöðin og eins og náttúrulega mjög mikið á samfélagsmiðlum og þetta finnst mér bara ofboðslega ánægjulegt. Já, tek undir það. En svo er náttúrulega allt mögulegt sem fólk er að segja og fullyrða sem er nú kannski svona misjafnlega rétt og ég skrifaði nú pistil það á hérna vegginn hjá mér að hvað mér hefur fundist umræðan sko vera þröng. Þú veist, þetta er sko verðbólgan og vextirnir, evran og hagsmur, já, náttúrulega sjávarútvegur og landbúnaður, en sko mín skoðun er svo að sko við þurfum að hugsa lengra, við þurfum að horfa til framtíðar og sko það mál sem að sko skiptir langsamlega mestu fyrir, bara ekki fyrir okkur, heldur fyrir heiminn allan, það eru umhverfismálin. Því að þau, sko, ég meina það bara getur, ef að hlýnun sjávar heldur áfram, hvert fer fiskurinn? Drefst hann eða fer hann undir ísinn á norðurpólnum eða ef eitthvað verður eftir á honum? Og nú ef að golfstraumurinn fer að, og þetta er að gerast svo hratt, það er að hlýna svo hratt og ég var að fylgjast með fréttum bæði á BBC og í danska sjónvarpinu að það eru svo mikla áhyggjur út af þessum El Niño sem er þetta veður fyrirbæri þarna í Kyrrahafinu sem hefur áhrif allan heim og þeir eru spáði að verði sterkara en nokkuð sinni fyrr með öllum þeim áhrifum sem það hefur á sko storma og flóð og bara allt þetta sem að yfir okkur dynur og að þessir hitar, þessi þurrka, þessi brunar og eitt sko sem að í samt yfir landbúnaðinn sko hugsið ykkur hver alltaf kostnaðurinn sé í sko þetta er Spánn, Portúgal, Frakkland, með sé Belgía og þarna austu, við heyrum bara minna frá Króatíu og Montenegro og þarna, það sem eru sko líka brunar. Þetta er gríðarlegur skaði sem að sko landbúnaðurinn er að hafa með náttúrulega, já, verðhækkunum og ég held að þetta geti sko verið tækifæri fyrir íslenskan landbúnað og fyrir sko fyrir okkar framleiðslu sem er náttúrulega gríðarlega mikilvæg og matvæla öryggi í þessum sko viðsjálfverða heimi er alveg feiknarlega mikilvægt. Sko ég geti haldið svona áfram sko að það eru bara að gerast sko hlutir fyrir utan stríðsbröltið og þessa kolvittlausu kalla austanhafs og vestan sem að sko ég var að fekk hérna frétt í morgun frá New York Times að hann varnarmála ráðherrann Hagseth, hann er að setja herinn á annan endan með uppsögnum, hann er að reka þarna herforingjana vinstri hægri sko þetta er bara hvað sko er að gerast þannig að mín niðurstaða er svo, við þurfum að horfa til framtíðar, við þurfum að leita okkur bandamanna sko þar sem þeirra er helst að leita og það er í Evrópusambandinu. Þarna kom hvað þú ætlar að gera. Já. Já. En þetta er búið að vera svona mikil átök meðal þjóðarinnar. Og með þess að Guðrún Hafsteinsdóttir sagði að það verði ekki eins og þetta færi fjölskylduboð. En ég spila svolítið golf og þar er þetta aldrei rætt. Aldrei nokkuð tíma. Það voru að vera að róa golfvellinu, Sigurjón. Já, ég segi það. Það er ímislegt rætt sko golfinu, en þetta er bara aldrei. Það er ekki óviðkvæmt þá? Jú, einmitt það. Gæti bara, einmitt. Það bara gera sér allir grein fyrir því. Já. Fólk er ekki að fara í golf til að fara að rífast. Sko. Nei, alls ekki það. Nei, þá að vera afslöpuð sko. Ég kannast að ekki bara við það í fjölskylduboðum eða það sem að fjölskyldu koma saman. Að þetta sé að kljúfa fólk einhvern veginn í herðar niður eða það er eitthvað þaðan að vera. Nei. Ég held að fólk almennt geta alveg rætt þessi mála skynsemi og ef menn eru ósammála þá bara so be it, sko, þá eru menn bara ósammála Það er öðrum að vera maður á skoðunum að sjálfur. Og þetta er einhvern veginn þannig fylkingar að það er ekki hægt að sannfæra
hina, það er málið. Þú bara getur ekki sannfært neitt mann sem er búinn að taka ákvörðun á annarkvæmt veginn. Já, ég sá til þess að þetta, af því að sko í seinnipartinn þá var þessi fundur á Austurvelli og það kallaði Katrínu Júlíusdóttur Jakobsdóttur til að tala og ég sagði hverjum getur hún snúið? Já. Getur hún eitthvað hérna eða kannski gæti segja að stuðnismenn neysins fari ekki annað sko, eitthvað svoleiðis en ég get ekki séð að sé hægt að hafa mikið meir áhrif á kjósendur heldur komið manni sýnist sko að allar svona marktaka skoðanakannanir að undanförnu þær benda út fyrir til þess að þetta verði bara mjög mjótt á mununum öðru hvoru megin, maður veit að ekki 51, 49, 52, 48 einhverstaðar á þar á milli og þetta virðist bara verið búið að setjast nokkuð fast. Þannig ég held að niðurstaða ræðst kannski fyrst og fremst bara af kjörsókn. Það geti verið, já. Hverjir mæta á kjörstað, reyndar hafa sem sagt aldurshóparnir sýnt sig að vera bara mjög líka mismunandi, það ekkert endilega ungt fólk sé meira jámegin heldur en neymegin og eldra fólkið líka skipt, þannig að það dýr ekki bara smala gamlingum á kjörstað, sko, eins og oft hefur verið gert. En auðvitað á að hvetja sem allra flesta til þess að mæta kjörstað. Þetta er bara mjög mikilvæg kosning sem við erum að fara að taka þátt í og menn bara verða að taka afstöðu og það er hvað komin í ykkur 8% sem eru ennþá óviss eða... Þar náttúrulega atkvæðið að leita. Jú, en tölfræðin segir okkur það að þessi hópu skiptist bara á sama hátt og hina hjörðin, sko. En Sigurður Már, hvernig lýst þetta? Já, sko, ég tek nú undir mig Kristínu að sko það er búið að vera margt, sko, alls ekki alvond umræða, sko, og margt bara skrifa sem að gefa fólki tækifæri til þess að setja sig ágætlega inn í málin og auðvitað flýtur annað með líka og hérna, svo er þetta kannski þetta er svo skýr, þetta er ekki svo í sko, kosningu fyrir alþingis eða sveitastjórn, það sem margir flokkar að bítast til og frá, heldur er þetta bara það já og það er nei og það er svona bara alveg skýr skil á milli sem að býr held ég til meiri spennu það hefur verið reyndir því Skotar kittust þessu þegar voru, ég var í Skotlandi núna í vor og var svona aðeins að leika mér að setja inn í málið þar þeir kittust þessu sko þegar þeir kusu hvort þeir vildu ganga út úr Brexit? Nei, út úr Breta. Og þetta var svolítið, og það var svona flækjur í þeirri umræðu sko vegna þess að leið voru þeir svolítið pró-Evrópusamband sem skýrðist meðal annars því þeir vildu kannski fara frá Bretum margir en svo enda á því að þeir hérna kusu að vera áfram með Bretum og fara svo með þeim út úr Brexit sko, sem að kannski svolítið svona tvist á tilveruna hjá þeim. En mín skoðun reyndar eftir að vera í Skotlandi, þeir ættu bara að reyna að vera sjálfstæðir. Þeir hafa 5 milljónum manna þjóð með alveg gríðarlega möguleika að mínum dómi og flott þjóðfélag. En sko, ég var að lesa bara grein eftir Sigríði Þorgeirsdóttur, prófessor í heimspeki í Morgunblaðinu morgun sem var bara mjög góð grein. Og svona velta fyrir sér, sko, ég teka fram, hún segist að fari frá því að vera styðja inngöngu í því að vera andsnúðin því og fariði svona ýmislega áhugaverð rök fyrir því að því mér fannst. Og þetta er kannski svolítið, sko, hvernig maður lítur á hvað er það sem að við erum að fást við, sko, í aðdraganda þessar ákvörðunar. Í ljósi þess að kannski flesti séu búin að gera upp hugsin hvað sem þá getur maður kannski bara leitt sér að tala svolítið frjálslega, sko. Að það er, sko, þá átt að meta svona stöðu Íslands í tilverunni í dag og stöðu Evrópusambandsins í tilverunni og er það betra fyrir okkur að samtvinna framtíð okkar með Evrópusambandinu í ljósi þess hvernig hlutinir eru í dag. Mín skoðun er að svo sé ekki að horfandi á báða þessa þætti, stöðu Íslands og þau tækifæri sem ég til að Ísland hafi og síðan svona Evrópu, sko ég tenga fram að
ég fer eiginlega alltaf í frí til Evrópu og ég heimsæki nú aðalega Ítalíu og Portúgal einhverjum hlutum vegna í seinni tíð en ég alltaf að heimsækja hinn einstöku lönd, ég ekki heimsækja Evrópusambandið en þau hafa ákveðið að fara í þetta sameiginlega ferli og mér finnst eins og sko bara ég líti á Evrópusambandið að sko við þekkjum sögu þess hvað var til þess að var til og svo hefur við gengið í gegnum sko þróunarferli sem hefur búið til þessa stofnana umgjörð sem orðin mjög sterk í dag og við höfum svona aðkoma í gegnum EES-samningin sem hefur mótað mjög íslenskt regluverk í seinni tíð og allt gott það að segja, við vitum ekki hvernig hlutir eru orðið ef við hefum ekki verið að fást við það með þessum hætti, þá hefur við orðið að bregðast við með öðrum hætti, ég segi það svipað eins og með fiskveiðistjórnarkerfið, ef við hefum ekki tekið upp, þá hefur við orðið að bregðast við því með einhverjum öðrum hætti. En sko, í ljósið þess að þá finnst manni að sko, mér finnst að Evrópusambandið, sko, ef ég bara horfa á að það þurfi kannski að sko, útskýra, maður þurfi svona að fá meiri innsýn í hvað það sem það ætlar að ná fram í síni, sko, þetta náttúrulega kannski svolítið eðli sínu tollabandalag, struktúrinn, en svo búið að setja svona mikið stjórnsýslu og skipulag ofan á þetta. Þannig að við erum að fara með okkar löggjöf, dómsvald og framkvæmdavald inn í þetta fyrirbæri og þurfum að læra þá að taka þátt í því með þeim hætti. Og mér finnst eins og að sko Evrópusambandið það sé mjög margt óvist í þeirra tilveru í dag. Þeir eru náttúrulega í þessu glugga að reyna að taka inn Balkanlöndin. Þar eru Svartfjallaland næst á lista og síðan eru þar 6-7 önnur lönd sem eru mannum ekki alveg nákvæmlega. Já, Albanía ansi langt í land með sko, þar náttúrulega kannski vandinn að bara fást við sko innviða sko struktúr þeirra í dóms- og réttakerfi til dæmis sko. Þannig að sko þessi lönd hafa sko ég held að þau gagnist þeim að mörguleiti að fara inn í ef þau fá aðstoð við að gera þessa hluti geti gert það kannski með einhverjum öðrum hætti ég veit það ekki en ekki það við getum farið sko þarna inn og verið leiðandi í einhver þóttum við erum ekki að fara að vera leiðandi við erum bara sko við erum ég ætla ekki að tala það niður en við erum bara smá peð í öllu til Íslendingar ekki fara inn til þess að gera einhverja hluti, við erum bara að fara inn til þess að sjálfsögðu erum við að fara inn til þess að hafa einhverja rödd við ætlum ekki bara að sitja hérna þegjandi og í sjávarútvegsmálum þar erum við klárlega bara stærstir í Evrópu í Evrópu og það er bara eins og Guðmundur í Brim sagði sko að Brim eitt og sér veiðir hefur meiri afla heldur en Þýskaland allt sko, já, við vitum að Samherji er mjög stór og svo eiga þessi fyrirtæki meira og minna fyrirtæki hann í Evrópu mjög stóri sko, við erum stærsta sjávarútvegs þjóðin í Evrópu kjarninn í því er að það er svo miklir staðbundnir hagsmunir bæði í hinum einstökulöndi sérstaklega á Spáni og Írlandi Írar til dæmis við vitum það eru óanægja í þeirra sjávarútvegi hvernig málin að þróast þannig að ég vil þó að í heildarumfanginu þá myndi bara einhver segja hvað og menn eru það fljótt þreyttir á að vera að rífast sjávarútveg á einhverju skala innan Evrópusambands vegna þess að hann vigtar ekkert svo stortar þannig að það er samt þessi sterku staðbundnu hagsmuni sem þarf alltaf að fást við og fyrir utan það að við náttúrulega förum undir eins og ég sagði Evrópudómstólurinn sem er mjög samæfingar tæki og þar eru sko allar aðgerðir og reglur eru lagðar þar fyrir sem eru þá bara skrútinerað í ljósi Evrópulöggjafarinnar þannig að við getum verið í vandræðum með ef við höldum að við séum með einhverja sérstakar undanþágur eða annað slíkt Evrópudómstólinn hann mallar þetta svolítið inn að lokum hvað það var þetta vitum við ekki sko fyrir víst Þetta er svona getgáttur hvernig þetta verður. Það er ekki rétt, Sigur. Við vitum alveg hvernig Evrópusambandið starfar. Það er ekki hægt að segja. Og segjum fyrir ekki sko, við erum til dæmis núna búin að vera í þetta tímabil að ræða þetta og ýmsar upplýsingar komið á borð og síðan já til að sjá slagurinn sem mér finnst snjallt. Sem ég finna mörgum finnst eins og þeir geti fresta þá þeirri umræða ræðum hvernig Evrópusambandið sé. Ég hlusta á Ólaf Hauksson
á Bylgjunni í morgun og hann sagði alltaf við verðum bara að fá að sjá hvað í boði. Ok, þá ef jái verður ofan á til að sjá, þá erum við að fara í 1,5 til 3 ára leiðangur til þess að fara í að fá einhvern samningu upp á borði. Menn búin að segja, við ætlum að taka frá því síðast, við ætlum að taka erfiðu kaflana núna, fyrst. Hvað þýðir það og hvernig verður það gert þá? Verður sjávarútvegurinn og verður það bara allt í sko, þá heldur þessi áfram umræða sem við erum að fást við hér dagstaglega að ræðum Evrópusambandið og þessi hvað er í gangi þar. Kemur þá sjávarútvegskaflinn allt í inn í daglega umræðu? Þetta er það sem við vitum ekki, sko. Já, nei, þetta er sétgátur, sko. Við getum ekki séð fram í tíma. Nei, við vitum hvað ferlið felur í sér samt. Við vitum það til dæmis að þegar samningurinn þennan samning þarf að bera undir atkvæði aftur, við vitum það og við vitum það að það þarf að breyta stjórnarskráni til þess að geta samþykkta og við vitum það að það þarf að 2 þing að kjósa breytingu á þessari stjórnarskrá við vitum það allt saman þannig að allt þetta ferli við vitum ferli en við vitum ekki niðurstöðuna. Herru, Kristín vil koma það. Já, sko, mér finnst það svo gleyma svo oft í þessari umræðu, sko, að við erum búin að taka upp hvaða 75% af löggjöf Evrópusambandsins. Við erum búin að framselja mikið löggjöfvald. Reyndar ekki, sko, það er náttúrulega EFTA-dómstóllinn og við erum, sko, svo náttúrulega öll hinapparöddin sem við erum, sko, aðilar aðeins, sko, bara mannréttindadómstóllinn sem er náttúrulega bara nær svona til heimsins. Hann er ekki hluta þessar umræðu. Nei, ég veit það. Ég bara segja, við erum bara búin að framselja vald, sko, svo víða. Og við fáum sæti í framkvæmdastjórninni, við fáum þetta nokkra þingmenn og það er nú hægt að beita sér ef maður virkilega reynir og sko við náttúrulega, það er kannski ekki, það er nú ekki stærstu málun, en við erum leiðandi til dæmis í jafnréttismálum. Það er bara stöðugur straumur hingað. Ég er að fara að tala núna í fljótlega eftir 2 vikur við blaðamenn frá Kóreu, Suður Kóreu. Sem er að koma sko til þess að er að kynna sér og það er búið að vera hér heimsóknir frá Japan og bara nefnið það og náttúrulega við erum ekki fremst í heimi í jafnréttismál, við erum fremst í heimi. Já, og það sko, þar erum við leiðandi og það er leitað til okkar og við getum haft áhrif í Evrópu og í ýmsum, ég nefndir hérna umhverfismálum, við þurfum náttúrulega að beita okkur alveg rosalega í umhverfismálum því það er bara upp á líf og dauða fyrir sko framtíð þessa lands. Sem minnum á það, ég glemdi nú áðan að nefna sko að okkar, að mínum dómi sko dýrmætasta auðlind er vatnið. Því að sko það er nú þegar barist vatnið. Það er önnur saga. Og ég sem helti niður vatnið hérna á það. Já, þetta er bara ekki. Já, en þannig að það eru þetta er mikið að Evrópusambandinu. Það er ekki nokkuð vafi og þar er og þeir eru heldur betur náttúrulega ný stjórn í Pólandi og ný stjórn í Ungverjalandi, það var nú aldeilis sem að Evrópusambandi sko, stóð í ströggli við þessar ríkisstjórnar þar sem að öll ná völdum sem að eru bara á allt annari bylgjulengd. En kosin í þingkosningu í þessu landi? Já. Og það getur hvað getur gerst í Þýskalandi og það getur allt gerst. En þetta er bara það sem við þurfum að vega og meta. En minnir þetta einhvern veginn á umræðuna fyrir EES-samningin? Já. Ég menn þar var til dæmis mjög mikil umræðu valdaframsal og það voru fengnir sko lærðustu sko lögfræðingar til að gera álitsgerðir það hvort það þyrfti þá að breyta stjórnarskráni. Niðurstaðan var að þess þyrfti ekki. En það var alveg ljóst að þá var verið að framselja sko mikið vald án þess að hafa nokkur áhrif á það innihald þess sem að við svo þurfum að samþykja. Það er auðvitað verið að reyna að koma fram sjónarmiðum. Sko, Evrópusambandið var talsvert öðruvísi á þeim tíma. Já, stækkar mikið. Við vorum í raun og veru að ganga inn í ákveðið samstarf á þeim forsendum, á þeim tíma. Það eru mikla breytingar í heiminum og það er ekki bara til dæmis með atvinnurekendur í Noregi, þeir vilja ólmir fara inn í Evrópusambandið, en þjóðin ekki með þeim reyndar ekki ennþá. En það er þessi umræða mjög alvarleg, sko. Og þar eru menn EES-samningurinn sé bara þeir eru bara mikla áhyggjur af því að EES-samningurinn haldi til lengdar. Og eins og hefur komið fram að þá eru Norðmenn að borga 95% af kostnaði við EES-samningin. Við erum bara farþegar.
og lifum á sníkjunni sko hjá Norðmönnum og þeir eru hundóanæði með þetta og hérna hvenær kemur að því að þeir segja bara hingað og ekki lengra. Þannig að við þurfum líka held ég bara að hugsa út í þetta. EES-samningurinn eitthvað sem við getum treyst á bara ókvæðna framtíð? Ég held ekki. Það svona 3 hjól undir bílnum í EES-samningnum. Já. Ég bara ekki náði sko, hvað það sem að Norðmenn telja sko að virki ekki. Þeir að reka sig á einhverjar Það var ekki atkvæðagreiðsla fyrir stutti í þinginum. Jú, það var aftur og það var rækilega fest. Það er ekki pólitísku vilji, sko. Það er ekki þingli meiri hluti fyrir þessu og ríkisstjórn, það er kannski eina fólki sem heyrist ekki í þessa dagana, það er Flokkur fólksins. Sko, það er ekki meiri hluti fyrir því það. Já, og það var erfið umræða og þess vegna langar það ekkit aftur endilega í það. Og hérna hins vegar gætu þeir lent í þeirri stöðu ef að segjum að jáverði ofan á hérna á laugardaginn og það verður síðan farið í samningaviðræður sem að endi með því að við náum ásættanlega samningi og göngum hann inn, þá eru Norðmenn komnir í mjög erfiða stöðu. Einir þarna með Liechtenstein og hérna. Ég meina það er kannski mótsögn í að segja að þeir beri þungan af þessu og svo að þeir verði í erfið stöðu ef við förum út úr því. Ég held að sko þetta menn svolítið sko fyrir Evrópusambandssinnar það til í báðurlöndunum, Noregi og Íslandi sannarlega og þeir eru svolítið að reyna að hengja þetta saman. Þarna, Norðmenn eru pínlítið að fara inn núna og Íslendingar eru pínlítið að fara inn núna. Þannig að við verum bara einhvern veginn að hanga með á lestinni og við verum að teika þennan vakt þegar hann býðst og annars bara missum við á lestinni og verðum bara einhvern veginn algjör útnári heimsins sko. Ég er ekki einn með það bara að segja já til að sjá. Það ég vil ekki sko einhverjir matriði fyrir mig hérna hvernig samningur gæti orðið. Ég vil bara sjá hann. Ég vil ekki taka dómgreind einhvers annars síðasta þjóðin sem gekk hann inn Króatía og það eru mörg 2013 ef maður rétt. Samningurinn hægt að fara á netti og skoðan sem að var lagður fram. Það er náttúrulega gríðalegt plagg og auðvitað höfum við þá höfum við bara einhver mörg hundruð eða 1000 blaðsíður til þess að rífast hvað í felst þegar þar að kemur sko, ég held að samfæringi sko, ef maður segja, já, þetta er ekki ákvörðun núna, við erum bara, eins og ég sagði, þetta velhefnaða slagur já til að sjá, það einhvern veginn frestar þessari ákvörðun, af því að þá fáum við einhvern veginn meira upp á borðið og ég hef nú verið svona að reyna að benda á þessa skoðun mína og fleiri, að við höfum ákveðna mikla forsendum til þess að skilja út af hvað Ísland gengur, út af hvað Evrópusambandi gengur og hvernig það samstarf yrði. Svo segja við það sé hægt að fá þennan samning sem síðan mun birtast og þá geta menn rifist hvað í honum felst, sem verður ábyggilega gert. Þannig að sko, ég sé ekki að það verður neinn sérstök breyting þar á og eins og ég var að lýsa þessu ferli á þann, að við erum svolítið föst í þessu. Og þá kem ég aftur inn á þessi vombriði sem ég var að lýsa hér yfir áðan að við erum búin að missa bara ár úr hagstjórninni með því að vera sko miklu verið staðvarandi í verðbólgu og stýrivexti heldur við vorum fyrir ári síðan og nú erum við einhvern veginn föst í einhverju sko ómöguleika vera að binda þjóðfélagi til þess að standi því að ræða og þrátta þennan tiltekna hlut sem ég tel að við höfum mjög miklu, ef við lesum okkur til og fylgjumst með, mjög mikla forsendur til að segja hvernig verður að mínum dæmi og þá vitna ég aftur í ágæta grein Sigríðar Þorgeirsdóttur í Morgunblaðinu í dag. Og fleiri. En við bara sjáum ekki fram í tíman, kannski sem betur fer. En við þurfum... Við erum alltaf að taka ákvarðanir sem byggja á upplýsingu sem liggja fyrir. Við kaupum okkur hús, við kaupum okkur bíl, við ráðum okkur vinnu. Við vitum aldrei hvernig framtíðin verður. Og hérna við þurfum... Sem er fyrirgeðu, ég gríp fram við, sem er góður punktur. Vegna þess að við erum að ákveða að samtvinna framtíð okkar með Evrópusambandinu ef við ætlum að fara inn í stofnanlega. Við getum átt frábær samskipti við Evrópu og öll lönd og verið í miklum sem við eigum að gera bara eins og við öll önnur lönd en við erum ákveða að samtvinna framtíð okkar með því að ganga inn í þetta er svona nánast eins og hjónabandskerningur. En við göngum þá bara inn í það með opin augu
og höfum ákveðið það. Og hjónaband sem ekki hægt að skilja. Maður skellir ekki hurðum. Það hægt að skilja, en það kostar náttúrulega. Ég held að sko eftir Brexit var búið svo hnútalega að það reynir það engin. Sko, það voru sterkar hreyfingar bæði í Frakklandi og Þýskalandi sem töluðu fyrir því og það eru bara búin að breyta talsmáttavarðandi það, bæði þjóðfylkingin í Frakklandi og Alternative. Þú talar að það verði bara að við séum að rífast þetta og þjóðin sé klofin, en ég held til dæmis að ef að neyið verður ofan á núna á laugardaginn, þá þýðir það ekki að málinu sé lokið. Það nefnilega engin niðurstaða að fá nei. Af því þá höfum við ekki fengið svar við spurningunum. Mér fannst þess að forsætisráðherra segði það, já þá bara málinu lokið. Ég er ekki sammála því, vegna þess að nei þýðir það einfaldlega að þessi umræða heldur áfram. Hún kannski, að sljákar í henni kannski í einhvern má tíma, en hún heldur áfram að malla í samfélaginu, vegna þess að nei þýðir það að við höfum ekki fengið svör við spurningunum. Hvernig gæti hugsanlegu samningu litið út? Svo þetta með að horfa til framtíðar, það ýmislegt sem við getum séð og spáð Spurningin svo hvort við tökum mark á þeim spádómum. Nú ég að tala til dæmis umhverfismálin. Við til dæmis, við vitum ekki hvernig þróunin verður í Bandaríkjunum. Hvernig pólitíska, því að ef eitthvað þessi varaforseti Bandaríkjanna, hann nú ekki mikið skárið heldur en Trump. Hann líka í eilífum slagsmálum við fjölmiðla menn með svona skömmum og látum. Það eru þingkosningar þar í haust. Já, en fyrir mér líka fyrir mig skipta ég velti mjög mikið fyrir mér öryggisþættinum og þetta með það náttúrulega hvernig Bandaríkjastjórn hefur hagað sér og þar bara ekki neinum að treysta og ég vil bara sjá okkur fjarlægjast Bandaríkin. Ég veit að það fyrir sumum það mjög heilagt hjónaband en mín skoðun svo að við þurfum að fjarlægja okkur Bandaríkjunum og öllu því og brandbolti. Viltu segja upp varnarsamningnum við þá? Ég veit það ekki. En þú veit ekki vilja þessi að efla aðstöðu sína hér á landi? Nei, mér líst, ég bara hata þetta bölvaða hernaðarbrölt og hernaðar hyggju sem er alls ráðandi. Við þurfum að stíga skrefi varlega. Við þurfum að vega og meta aðstæður. Og ég er nú meðal annars að hugsa þessi Grænlandsmál, sem er náttúrulega alveg ótrúleg. Við meðum ekki gleyma því heldur að Bandaríkjamenn ekki hér til að verja Íslandinga per se. Nei, bara að verja sjálfur partur af þeirra öryggisstefnu. Þeir sem tala að við meðum ekki móðga Bandaríkjamenn með því að fara í þessa viðræðu hugsanlega við Evrópusambandið. Maður bara botnar ekki í svoleiðis málflutningi vegna þess að ekki bara langflest lönd Evrópusambandsins í NATO líka. En vitið eitt, við erum búin að tala saman hér upp í 60 mínútur. Já. Það er svona gaman. Já, við getum haldið áfram í góðu félagskap. En við verðum að hleypa öðrum að. Herri, ég þakka ykkur kærlega fyrir. Sigurður Þór Salvarsson, Sigurður Már Jónsson og Kristín Ásgeirsdóttir. Og hér eftir kemur eitthvað allt annað sem ég veit ekkert hvað er. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
Við ætlum að vera á jarðbundnum sálmum ef svo mætti segja núna næstu mínútur. Ég man eftir því 1979 þá var ég verkamaður í verksmiðju. Það vantaði hlíf á svona hjól sem snerust og með viftureim. Ég var að vinna einhverja malarvinnslu og einn daginn þá lenti hægri höndin á mér inn í þetta hjól og þurfti að fara til læknis og munaði ég misti alla fingurna. Það slapp til, þetta var fyrir tíma skipulagðrar vinnuverndar held ég á Íslandi. Það kominn maður hér að Rauðaborðinu sem að þekkir vinnuverndarmálin held ég betur heldur en flestir aðrir. Hann 82 ára gamall, Steinar Harðarson heitir hann, fyrrum svæðisstjóri vinnueftirlits ríkisins. Vertu velkomin Steinar. Takk. Það ekki fyrir 1980 af því ég var að vitna til atviksinda 79. Það ekki fyrir 80 sem að vinnueftirlit ríkisins stofnað. Já og nei, það voru til önnur lög áður öryggiseftirlit ríkisins. Og öryggiseftirlitið átti að vísu að sinna alls konar öryggisþáttum meðal annars svona vélum eins og þú ert að lýsa. Okay. En það var eflaust í mun veikara heldur en þegar að nýju lögin 1980 voru sett. Já. Og þá tók til starfa vinnueftirlit ríkisins á allt öðrum grunni heldur en gömlu öryggiseftirlitið var. Já, við getum sannlega verið sammála það að það heldur betur breyttir tímar nú árið 2026 og ef við förum til dæmis aftur til miðrar síðustu aldarsögurnar sem að pabbi sagði mér af hans aðstæðum og svona við Íslendingar við lögðum lífi okkur limi í hættu daglega við vinnu og ef við mistum það, heilsuna eða lífið, þá var ekki einu sinni skrifuð skýrsla. Nei. Það hefur náttúrulega orðið gjörbylting. Já. Og það má kannski segja með áránum eftir að nýju lögin voru sett og sérstaklega eftir að við gerðumst aðilar að EES-samningnum þá höfum við fengið geysilega mikið af tilskipunum Evrópusambandsins sem hafa haft mjög jákvæð áhrif á allt vinnuverndarstarf og vinnuverndarlög. Og ég vil eiginlega fullyrða það að nánast allar framfarir á sviði vinnuverndar eftir að við gengum í EES-samningin hafa komið í gegnum tilskipanir Evrópusambandsins. Það þannig? Já. Þannig að þú upplifir það hefur orðið straumkur 1994? Já, ég upplifði það þannig og það voru svona til dæmis skemmtilegar ef maður kallaði þannig umræður þegar við settum reglur vinnubarna og unglinga 99. Já. Þá voru mjög margir sem að stigu fram og vitnuðu það að þeir hefðu byrjað að vinna 11 ára gamlir og það hefðu verið þroskandi. Þeir höfðu rómantíska sína á það. Já, á þetta. Já. En þeir glemdu kannski að geta þess að við getum farið aftur til 60 til 70 þar sem að ég kannski ekki fjöldi en þó nokkuð var að dauðaslysum barna til dæmis við vinnu í landbúnaði. Já, drifskortin og dráttavélunum og það allt saman. Já, og það var mjög alvarleg slys orðið í fiskvinnslu. Já. Það sem að börn og unglingar hafa mist hendur, handleggi og orðið nánast örkumla þau voru að vinnu sem að bara hendar ekki ungu fólki eða börnum. Ég veit. Og reglugerðinu vinnubarna og unglinga, hún hefur bara alveg gjörbreytt ástandinu að því leyti til að sem betur fer eru slys á börnum og unglingum, allavega alvarleg slys. Þau eru nánast horfin. En þetta flókið vegna þess að í sveitum landsins þá bara þurfti þetta vinnuafl sem börnin voru. Já. Ég sjálfur sveit og ég man eftir þessari menningu að og maður bara stoltur að því sem barna geta lagt fram. Ég man eftir því þegar ég var í sveit að það var ólega gaman að keyra traktor. Já, ætli maður hafi ekki séð
5-6 ára gömul börn keyra dráttarvélar í gamla dag? Já, kannski, já, ég ætlaði ekki verið 11 ára ekki okay. En það er náttúrulega rétt að benda á það er ekki bara sko þessi takmörkun á vinnubarn og unglinga sem hefur kannski breyttist heldur líka tæknilega framfæris. Já. Þegar ég var í sveit þá voru engir veltibúar á traktorum, bara allir opnir og ef þeir ultu eða fóru á hliðina þá var bara voðin vís. Já, ég ók dráttarvél með engu húsi sko. Já, ég man það. Já. Það var enginn að spá í það. Nei. En sko ég held að því að bara svo að það komi fram og ég held að sé allt til að segja það, ég tel að sko það veri mjög rétt að sjá hvað í boði innan Evrópusambandsins og þegar ég lít svona á áhrif tilskipana á vinnumenntastarf þá veit ég að það er sama á við á svo mörgum öðrum sviðum. Það er að segja líka neytendarétti, á umhverfisrétti og mörgum öðrum sviðum og félagslegum sviðum. Þá hafa tilskipanir Evrópusambandsins verið mjög mikil réttarbót bara fyrir almenning. Í sjálfu sér þarf það ekki að koma á óvart. Við vorum náttúrulega aftarlega á merinni, ég held að mig alveg segja að við höfum verið frumstætt samfélag. Já. Við vorum dugmikil og tápmikil og það var mikil fjör og mikil bjartsýni og við stigum eins og píla náttúrulega eftir stríð. Já. En auðvitað búum við ekki að þeirri löngu sögu sem lönd á meginlandi Evrópu hafa. Nei. Þetta ekki mikið rætt núna í upptakti kosningarinnar á laugardaginn Nei. En ég vilja leggja meiri áherslu á þessa félagslegu þætti og þessa félagslegu umbætur sem við höfum fengið í gegnum EES-samningin og sem bara mjög þýðingarmikill þáttur finnst mér í Evrópusamstarfinu. Það er svona þessi sýn sem að virðist blasa við að sko þau eru náttúrulega öll flest Evrópuríkin eru bara venjuleg svona eins og séu kapitalísk ríki. Já. En þar kapitalismin takmarkaður þar að segja menn verða að virða ákveðnar leikreglur. Já. Og menn verða bara að þola fullt af alls konar tilskipunum og reglugerðum sem nánast allar eða allflestar fjalla öryggi og aðstæður venjulegs fólks. Já. En ekki kannski réttindi stóra fyrirtækja svo framvegis, þó að auðvitað sé það með samanber frjálst flæði fjármagns og vinnu og svo framvegis. En þessi stóri og gildi þráður Evrópusambandsins félagslega réttindi, mannréttindi, mannhelgi og þetta samspil opins vinnumarkaðar og öryggis og heilsu almennings. Já. Og hafa þessar evrópsku úrbætur þá hverfst ólíka þætti, snýst þetta forvarnir, rannsókn, slysa, þetta út allt? Já, nema að það hefur orðið dálítið sérkennileg áherslubreyting hjá Vinnueftirliti rannsóknir slysa. Sem að mér finnst gífurlega mikil afturför og mér finnst bara hagsmunagæslu eða almennings- og verkalýðsfélög eða alls ekki átta sig á, finnst mér. Það er það að áður fyrr þá rannsökaði Vinnueftirlitið mjög mörg vinnuslys. Fór á vettvang í mjög mörgum slysum. Og þá þurfti að gæta þess að það mátti ekki raskan einu fyrir en eftirlitsmaður koma staðinn þannig að allar aðstæður veru óbreyttar þannig að hann gæti séð nákvæmlega hvernig ástandið var þegar slys varð og svo framvegis. Og þetta var oft þýðingamikið fyrir hinar slösuðu að það væri til skýrsla, til mynd af því hvernig aðstæður eru þegar slys verður. Já. Og við hjá Vinnueftirlitinu, við náttúrulega gerðum bara okkar skýrslu og lýstum aðstæðum
og lýstum því til dæmis ef við töldum að atvinnurekandi eða stjórnandi hefði ekki uppfyllt kröfur vinnueftirlitsins sem öryggi til dæmis. Ef var búið að breyta einhverju vél, taka burtu öryggisbúna og svo framvegis. Og þetta gagn hét bara, þetta var svo kvöldu vinnuslýsarannsókn. Og slasaðir gátu fengið þessi skjöl svona sem eiginlega eina gagnið sem þeir höfðu eða voru að leita réttasins vegna skaðabóta. Já. Nú hefur vinnueftirlitið látið breyta lögum, þannig að það eiginlega búið að fella niður þessi ákvæði sem að gerðu okkur skylt að reyna að finna út af hverju slys varð. Var það út af því að hinn slasaði hafði hagað sér eitthvað óeðlilega eða var það út af því að aðstæður voru ekki í góðu lagi og var það ábyrgð atvinnureikandans eða var það ábyrgð slasaða? Hver var aðal orsökin? Og þetta atriði eiginlega farið út úr slysarannsóknum vinnueftirlitsins. Þeir eiga ekki að finna út hver ber sök í svona atburði og þeir eiga ekki að nota skýrslur vinnueftirlits sem gagn í skaðabótamálum. Og þetta er mjög sérkennileg breyting og ég átta mikið alveg á því hver hagsmuni er verið að gæta þarna. Er þetta þá dæmi með einhver íslensk sérlög sem trompa Evrópu tilskipanir? Já, þetta er breyting þetta er viðbót við vinnumverndarlögin en það merkilega er sko að skyldan að rannsaka vinnuslys er ennþá til staðar í lögunum. Já. En ég get ekki séð annað en að undanfarin ár þá hafi vinnueftirlitið útvista þessu bara til lögreglu og beðið bara lögreglu að rannsaka vinnuslys. Meðan að ég var þarna starfandi og þetta gamla fyrirkomulag þá var þetta nú samstarfsverkefni oft vinnueftirlitsins og lögreglunar að rannsaka vinnuslys og var bara mjög gott samstarf þar á milli. En ég vil draga mjög í efa að lögreglan, þó ég vilji ekki að neinu leiti varpa neinu rýrð á lögregluna. Ég held bara að lögreglan hafi ekki þá reynslu og þekkingu á vinnuverndarsviði. Að þeir geti átta sig á til dæmis alls konar atriðum þar sem að lög og reglur eru brotnar, þar sem að vantar öryggistæki er ekki í góðu lagi og svo framvegis. Þannig að það hefur orðið mikil afturför að þessu sviði og hagsmunum slasara er bara fyrir borð borin. Já, það er alveg ömurlegt. Þú sagði mér hérna í efni sem þú sendir mér áður en við hérna hittumst að það væri þarna málsgrein skýrslum vinnu eftirlitsríkisins rannsókn einstakra vinnuslysa, óhappa og mengunar samanber fyrstu málsgrein skal ekki beitt sem sönnunargögnum í dómsmálum auk þess sem rannsóknstofnunarinnar skal ekki miða því að ákvarða sök eða ábyrgð. Þetta finnst þér mikil afturför? Mjög mikil afturför, algjörlega. Því að það kemur mjög oft í ljós í rannsókn vinnuslysa. Það svona þessi grundvallar atriði. Hefur hinn slasaði hagað sér illa, hefur hann ekki fylgt öryggisreglum, á hann eitthvað þátt í því eða eru aðstæður ekki í lagi. Já. Og mín reynsla er svo að í langflestum tilvikum þá eru það aðstæður sem eru ekki í lagi. Við getum til dæmis tekið algengustu og alvarlegustu slysin í byggingariðnaði, það er yfirleitt fallslys af vinnupöllum. Menn eru svolítið að deyja hreinlega úr þannig slysum. Já. Í 2024 urðu að minni mig 4 eða 5 dauðaslys. Svakalega hátala. Og það er mjög hátala því að öllu jöfnu þá hafa menn sloppið með svona 1 til 2 slys á ári. Nokkru sinnum hafa orðið slysalaus ár. Og ég man það svo vel hvað við í vinnueftirlitinu vorum sko glöð í lok árs þegar við höfum uppgötvað það. Það var ekkert dauðaslys í ár.
og því að sko ég vil fullera starfsmenn vinnueftirlitsins þegar ég var þarna allavega og þeir sem ég þekkti þetta var mjög brennandi áhugamál að ná árangri í þessari vinnu og þetta er mjög sérkennilegt að breyta þessu á þennan hátt því eins og ég segi það hefur mikla þýðingu ef að það verður slys, alvarlegt slys og maður slasaði þarf að leita réttar síns að öll atvik og aðstæður þegar slysi verður séu upplýst og það sé ekki að breyta vettvangi eins og mann kalla það áður en rannsókn fer fram og það gerist bara ef menn koma á staðinn strax að slys verður og það er ekki búið að breyta neinu. Og langri starfsæfi hefur þú rekið þig á það hvernig úrbætur hafa leitt til ábata þú sé það alveg svart og hvít. Já. Það eru svona til nokkur sko mjög skýr dæmi eins og þegar menn fóru að fylgja mjög vel eftir í landbúnaði hlífum yfir drifsköftum. Það var mikil breyting þá. Og eftir að reglugerðir vinnueftirlits og reglugerðir frá Evrópusambandinu urðu stífari öryggisfjarlægðir og að menn gæti ekki komist að hreyfanlegum hlutum með fingrum eða höndum. Það hefur allt breytt mjög miklu og það er svona athyglisvert sko þegar í nýjustu vélatilskipun Evrópusambandsins þá er beinlínis sett fram sú krafa að við hönnun vélar þá gangi menn út frá öryggisþáttunum. Áður fyrr þá hönnuðu menn kannski vél og svo bara fundu þeir út að það var eitthvað og það var eitthvað hætta og þá bættu menn við einhverjum öryggisbúnaði. Já, notagildið var númer 1 en öryggið vék. En þú ert að segja öryggið sé í efsta sæti. Nú er öryggið í efsta sæti. Það verður að vera alveg í gegnum allt ferlið, allt þróunarferli og hönnunarferli verður mann að hafa öryggismálin í forgangi. Og það náttúrulega setur bara þessa hönnunarvinnu í allt annað ljós. En sko, var það á ábyrgð vinnu eftirlitsins að fara borð í skip þegar sjómenn hefðu fallið borð eða dáið í vinnuslysum? Eða var það einhver önnur nefnd? Já, það er sjóslítar nefnd sér það og það er önnur lög sem gilda öryggi borð í skipum. Já, en í þessu samhengi okkar, í þessu samtali þá nú vert að nefna fórnarkostnaðinn hvað hann var rosalegur í sjóslysum Íslendinga, ekki alls fyrir löngu. Algjörlega. Og það er sko einstaklega gott dæmi árangur sem næst þegar menn í greininni eru sammála það að taka höndum saman og ná góðum árangri. Já. Og þar hefur Slysavarnaskóli sjómanna náttúrulega orðið algjör bylting eftir að hann tók til starfa þá sko snar fækkaði sjóslysum. Já. Og það er náttúrulega tvennt sem hefur orðið, skip og öryggisbúnaður hafa orðið bara betri og öryggari og svo er þessi þjálfun sjómanna sem fer fram reglubundið og mér finnst eins og það svona andrúmsloft ráði ríkjum í þessari starfsgrein að menn eru bara sammála það, bæði útgerðarmenn og sjómenn að reyna að hafa þessa hluti í eins góðu lagi og mögulegt er. Og þeir hafa náð alveg gífurlega góðum árangri og frá því að sjóslys voru kannski tugir manna bara á miðri síðustu öld sem fórust á ári hverju og nú eru verða æ fleiri ár þar sem enginn deyr á sjó. Þannig að það hefur orðið alveg óskaplega ánægileg þróun þar. Já, fyrir mig sem hef alltaf fylgst með fréttum frá því að ég var 4 ára gamall, segja foreldrar mínir, og las Tímann. Já. Þá af því sem við erum að ræða núna, þá einmitt það eru blessunlega 2 típur af fréttum sem vantar eiginlega alveg í samtíman hér innanlands, fréttir sem allt var fullt af aftur í tíman. Það er það sem þú nefndir áðan, börn, dauðaslys, barna. Þau voru alveg ótrúlega mörg þessi slys, út allt land.
stundum fleiri en eitt saman daginn. Já. Og svo sjóslysinn. Allir þessi drukknuðu sjómenn. Sko. Einmitt. Þetta svona það tvennt sem að bara frétta minnið mitt segir að hafi breyst mest. Já. Mér minnir að 66 hafi dáið 4 eða 5 börn í slysum í landbúnaði á einu ári. Já. Það er sennilega versta árið sko, en það er sama. Þetta er bara sko dæmi það hvernig sko reglur í þessu svo kallaða reglugerða fargani bjarga mannslífum. Þetta er mjög gott að þú tekur þetta orðið í munn því að þú heyrir það nú núna fyrir kosningun á laugardaginn hvað eru notuð mörg neikvæð og gildishlaðin orð þetta sem við erum að ræða. Sko þetta reglugerða fargan, þetta snýst fyrst og fremst sko öryggi og líf bara venjulegs fólks. Þetta snýst bara það að bæta aðstöðu venjulegs fólks gagnvart bæði ríkisvaldi og fyrirtækjum. Þannig að menn séu ekki berskjaldaðir og ég held að sko stór hluti af þessum reglum í þessu reglugerðar fargani séu bara einfallega mjög þýðingamikil sko réttarbót fyrir bara venjulegt fólk. Starfsmenn og bara venjulegt fólk. Og þegar sagt að kerfið sé þungt og lamandi þá það að vernda hinn almenna mann. Já, ég hef svona haft á tilfinningunni að sko til dæmis núna það sem ég hef verið að gagnrýna vinnueftirlitið að þar ráði ríkjum svona svo afstafa að vinnueftirlitið eigi ekki að vera svona íþyngjandi fyrir sko atvinnulífið og það er alltaf sérkennilega afstafa hjá eftirlitsstofnun. Köllum við það ekki frjálshyggju? Kannski, já. En sko ég held að það sé alltaf til misskilningur því að þessi íþyngjandi regluverk, það kemur eiginlega öllum til góða þegar að upp er staðið. Þó það kosti eitthvað örlítið að uppfylla eitthvað öryggiskröfur, þá bara dregur það úr öðrum kostnaði og það eru til rannsóknir sem ég get nú ekki beint vísað í, þar sem að menn hafa beinlínis sýnt fram á sko hvað það er hagfellt fyrir samfélagið að grípa til svona forvarna þó það kosti einhverja peninga sko á pappirunum þá sparast svo margt annað. En þetta sem þú nefnir er alveg dæmigert fyrir samfélag á forsendum atvinnurekanda og forsendum athafna og peningalífsins. Það er náttúrulega, það er varnarbarátta í gangi. Gagnvart réttindum sem höfðu áunnist. Myndir ekki líta þannig á? Jú, algjörlega. Og þá getur verið ágætt að vera með hundleiðilegt þungt reglugerðar fargan eins og ESB sem er ekki keyrt fyrir sem keyrir ekki sjálft sig fyrir skammtíma hagnaðarsjónarmiðum einkafyrirtækja. Nei, það er alveg rétt. En það er erfitt að ræða þessi mál, finnst mér núna fyrir þessa kosningu sko. Já. Við heyrum svona alls konar svona frasa sem að eiga að svona setja þetta samstarf Evrópuríkja í svona ekki það ljós sem að við viljum sjá. Já, Evrópusambandið er þrátt fyrir allt það apparat sem að hefur þó veitt stórskaðlegum korporisma eitt mesta aðhaldið undanfarið. Já. Það er eina sambandið sem hefur til dæmis reynt að koma bandum á þessi alþjóða fyrirtæki sem vilja ráða ríkjum til dæmis á netinu. Já, það er bara þannig. Fullkomlega. Það er bara þannig. Og það er aldrei gaman að svona minna fólk á það að af hverju getur hringt frá Íslandi til Evrópu alveg svo að hringja innanlands. Því að það var bara niðurstaða Evrópusambandsins að þetta væri bara gengi ekki að fyrirtæki væri að rukka stóra fjárhæðir fyrir að hringja milli landa. Í neti sem var hvað sem opið allt og tengdist þannig að það kostaði ekkert meira. Ég var einu sem við náum í Sviss og það liður 6 mánuður á milli símtala heim því að það var stýrt. 1987. Akkurat, já. En Steinar, sko, svo er náttúrulega alls konar pólitík í þessu, flokkapólitík. Já.
Varst þú ekki hjá mér gestur hérna sem Vinstri grænn um daginn? Jú, ég er Vinstri grænn. Þú ert Vinstri grænn? Já. Og þú segir já á laugardaginn? Já. Og þú ert búin að færa rök fyrir svona, þín ein rök fyrir því? Já. En svo vorum við með hana Svandísi í gærkvöld sem segir nei. Já. Hvað að gerast í þínum gamla flokki? Já, það bara þannig að sko mér finnst svona, það búið að vera alveg frá upphafi hreyfingarinnar, þá hefur þessi afstaða verið ríkjandi og eins og menn segja svona tiltölulega hóflega að hagsmunum Íslands sé betur borgið utan Evrópusambandsins en innan. Það alveg svona sem valít sko afstaða að bara hafa þá skoðun. En fleiri sem styðja VG eru á öndverðri skoðun og telja að það sé rétt að skoða þennan möguleika. Og ég hef heyrt tölur það í einhverjum rannsóknum að 90% af stuðningsfólki í VG í dag sé jákvætt fyrir því að skoða aðild að Evrópusambandinu. Það er rétt, með þessi 93% held ég, en það verður samt að segja að það voru tiltölulega fá atkvæði á bakvið þessa tölu. Já, það getur verið. Í könnumaskinu. Já. Og það má segja í núverandi forystu þá eru þó nokkrir sem eru jákvæðir varðandi Evrópusambandið meðan aðrir nýji formaðurinn er þar á með. Já, og varaformaðurinn. Já, einmitt. Og ég sem sitt nú sem gjaldkeri ennþá hjá í VG. Og þannig að en þetta sko klífur ekki flokkin í herðar niður, það er ekki þannig. Nei. Og það er ekki illmælgi innan flokksins þótt fólk hafi ólíka afstöðu til. Ég segi bara, sko, það er alveg valít skoðun að telja að við eigum bara ekkert að vera í Evrópusambandinu. Og gott og vel. En mér finnst bara miður þegar að menn grípa til alls konar sko ósaninda til þess að styðja þá skoðun. Það þarf ekkert. Nei. Ef þú bara hefur þá skoðun í hjartaðinn og þú viljir ekki að Ísland sé í Evrópusambandinu, þá er það bara allt í lagi. Þú mátt bara hafa þá skoðun. En ekki grípa til einhverjar sko lygi til þess að undirbyggja það. Ég var svolítið erfitt með alla lygarnar núna og ég er hugsi yfir þessu verkefni sem okkur er falið að reyna að komast í gegnum þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Kannski gengur þetta ágætlega með að við erum ekki vön að gera þetta á hvað við segja á friðartímum, þannig ekki alveg að marka hérna ISEF finnst mér þjóðaratkvæðagreiðslunar, það var svo rosalegt umrót og reiði og við vorum hann að fallin að fótum fram, láma hnjánum og kolvillu segilega. En sko, en til dæmis eitt sem ég skil ekki, ég rakaði vinnuna í morgun og hérna ég kveiki á Bylgjunni og þar segir Heimir mér að nú ætli tveir blaðamenn að ræða hérna ESB og annar þeirra er Stefán Einar Stefánsson. Já. Og sko af hverju, spyr ég mig. Ég meina bara, við vorum að sjá könnun í gær sem að sýnir það að traust mokkans er bara í svo frjálsu falli. Það eru ótrúlega margir sem að bara hafa átt að segja á því að það er ekkert að marka þetta blað þegar kemur áraðurinn núna fyrir hérna ESB. Og af hverju erum við alltaf sko að hampa þeim sem við vitum að munu halla réttu máli? Bara mjög stór hluti umræðunar byggjast upp á því að talsmenninir, það er eins og sé íþrótt að blekkja, ljúga, svindla, einfalda. Ég fyrirgeðu að þú ert hérna að vitna að þessu eintali mínu, ég þurfti bara aðeins að fá útrás. Já, ég veit, ég skil það ekki. Kannski eru menn að sko passa sig á því að reyna að vera með einhvern balans í samtölum við já og nei, sko. Já, og finnum þá bara einhvern góðan jáar og góðan nei, bara fólk sem segir satt, fólk sem hallar ekki rétt máli. Það er alveg hægt, sko. Auðvitað. En þetta snýst svolítið upp í einhver dýragarð. Þetta er svona trúðasýning. Hver hefur hæst? Hver lýgur flottast? Sko, það er einhver barbarísk villimennska í þessu. Og stundum hérna ber maður einmitt saman sko borgaralega hugsun á meginlandinu við svona leifarnar af villimannseðli Íslendinga og hérna Já. Ég hef stundum verið að reyna svona að sko orða það einhvern veginn að þeir sem að eru margir andvígir þessu Evrópusambandinu og telja þetta sé bara svona kapitalist samband.
Það að vísu rétt. Ég held að öll ríkin 26, það ríki kapitalismi. Það eitt orðið sem getur notað yfir það. Já, klárlega. Já, og það ríki líka kapitalismi á Íslandi. Já. Alveg klárlega. Já. En þessi kapitalismi innan Evrópusambandsins, honum haldið í skefjum af mjög víðtæku regluverki. Og það bara, virðist vera nokkuð góð samstaða innan Evrópusambandsins að hafa þetta þannig. Að fyrirtæki og atvinnulíf sé frjálst og óháð og samkeppni ríki, en það þurfi að fylgja ákveðnum leikreglum. Og þær leikreglur heita tilskipanir Evrópusambandsins. Þetta geðfelldari kapitalismi heldur en margur annar kapitalismi. Já. Þetta ekki rányrkju kapitalismi sem að bara... En sko, mér finnst stundum eins og íslenski kapitalismin vilji helst ekki hafa neitt regluverk. Sammála. Þannig að þar líkir samt að munurinn á þessum tveimur kapitalismum. Það annars vegar í Evrópu sem að þarf að þola og þolir að vera haldið innan ákveðna marka. Og svo hér þar sem að menn að amast við reglum meir og minna. Og kaldhæðni örlagana, sko, ef neyð verður ofan á laugardaginn, meðal annars vegna þess að það keyrt á því að við Íslendingar þolum ekki regluverk, þolum ekki íþyngjandi regluverk, viljum ekki taka við reglum auðvitað. Á sama tíma það sem þú hefur verið að segja hér vinnuverndina sýnir okkur að með því að taka upp regluverk þá vegnar okkur miklu betur. Miklu betur. Sko, það athyglisvert að sjá hvernig sko samkeppniseftirlitið liggur undir árásum í hvert skipti sem þið taka eitthvað mál fyrir. Áhugavert. Og þá miklar árásir á samkeppniseftirlitið. Og samkeppniseftirlitið hefur stundum staðið sig ágætlega og þarf þá að þola sko minni fjárveitingar frá Alþingi með refsað í frá Alþingi. Tíð Bjarna Benediktsson. Já, þeim var refsað fyrir að standa sig vel. Og þetta þykir bara alltaf flott. Já, ég held að þetta sé bara dæmi það að sko íslenski kapitalismin, hann hefur ekki náð þeim þroska að viðkenna það að þau þurfa að vera reglur og það þarf að gæta hagsmuna fleiri heldur en fyrirtækjana. Hvort sem snýst vinnuvernd eða annað. Já, hvað sem það er. Þannig að apparat sem ætti í rauninni að vera umbunað af þjóðarsálunni og fjárveitingavaldinu fyrir að standa sig vel, eins og samkeppniseftirlitið með aukinni fjárveitingu. Það þarf að þola það að kannski minnka fjárveitingar til þeirra þegar standa sig vel. Og hvaða skilaboð eru það fyrir allar stofnanir samfélagsins? Það þá ekki mikil hvati fyrir stofnanir samfélagsins til þess að standa í lappirnar, það? Nei. Mér fannst sko dálítið gott þegar ég var í vinnueftirlitinu og ég held að það sé nú ennþá þannig að sko við komumst alveg upp með það að beita sko ríkisstofnunum sko hörðu eftirliti. Og okkur var ekki refsað fyrir það og það var bara einfallega þannig að það voru allir jafnir í okkar eftirliti, hvort sem það var eitthvað lítill atvinnurekandi eða stór atvinnurekandi eða ríkisstofnun. Og við beittum bara þeim tólum sem við höfðum. Þeir voru raunverulega með vald til þess að vinna eitthvað vinnu. Já, við höfum þetta vald í gegnum lögin. Já, bökkuð upp af evrópsku regluverki. Já, algjörlega, já, vissulega. En það var líka mjög þýðingarmikið atriði hjá okkur og ég lagði mikla áherslu á það við mína eftirlitsmenn. Að það væri ekki til sem hétu mér finnst reglugerðin. Að öll fyrirmæli og allar aðgerður okkar urðuðu að hafa stoð í lögum eða reglum. En stundum hefur manni fundist að eftirlitsstofnanir séu daldið svona finnst daldið þetta, mér finnst og svo framvegis. Þetta var mjög ríkt hjá okkur að aldrei að fara á skjön við reglur og lög. Nei, en ég hef meira áhyggjur af því að eftirlitsstofnanir samtímans séu orðnar deigar að skorti hugrekkið sem kannski var áður vegna þess meðal annars að það eru hræddar við refsingu stjórnvalda fjárveitingavaldsins, sambreytta sem við að tala um á. Nú stendur stofnun sér vel og hún næri einhverja bóa sem eru með samráð og við ætlum að minnka peningana sem að þessi stofnun fær. Þetta okkur veitir sumpart eiginlega ekkert af aðeins siðvættari hugsun heldur en hér hefur ég alveg hjartanlega sammála því. Já, það alveg rétt. Það alveg rétt. En
Ég sá því í auglýsingu, Steinar, sjónvarpsauglýsingu og þú ert á níræðisaldri. Já. Þeir eru augljóslega ekki sama hvernig þetta fer á laugardaginn fyrst þú nennir að taka þátt í sjónvarpsauglýsingu og komið þátt eins og þennan. Ég tel bara að þetta geti verið mikið gæfuspor fyrir okkur. Segjandi það, sko, auðvitað verðum við náttúrulega ná ákveðnum markmiðum í okkar samningaviðræðum og það á við til dæmis bæði sjávarútveg og landbúnað og það eru kannski þær greinar sem að flestir eru smeykjur að við munum missa einhver tök á og þær fari illa út úr því en ég held að sko hvorugt gerist. Ég held að í sjávarútvegi munum við bara ná mjög ásættanlegum samningi. Maður feyrir svona einhvern veginn tónin það bara frá Evrópu. Og ég held að íslenskur landbúnaður geti haft bara gagn af því, mikið gagn af því að verða innan Evrópusambandsins. Mér hefur sérstaklega með bændur að þeir hafi ekki úr háum söl að detta, sko. Nei, ef maður lítur til dæmis til sauðfjárræktar þá það náttúrulega alls ekki svona sjálfbær atvinnugrein í því tilliti að ég veit ekki betur en flestir sem stunda á sauðfjárrækt þeir þurfa að vinna utan heimilis, utan búsins til þess að komast af. Og þeir eru búin að kvarta og kveina þessi ár. Já. Svo núna kemur bændafórustun og segir, nei, þetta nú bara ansi gott, við erum ekki breyta henni. Já, Ég skil ekki alveg hvernig menn geta komast að þeirri niðurstöðu. Það eru svo margir pólitíski þræðir sem liggja undir í þessari umræðu sem Trompa finnst með rök. Það er það sem að fyrir taugarnar á mér við umræðina ekki síðustu dagana fyrir kosninguna. Ég líka sagt að mér svona þegar maður skoðar þá sem að hafa hæst kannski 90% af umræðinni fara í einhverjar sviðsmyndir sem eru ekki bara ólíklegar heldur eiginlega alveg vonlaust að verði nokksinni. Þannig að hávaðin svo mikið það sem er ólíklegast að verði. Þetta er í rauninni voðalega einföld kosningar þegar ekki, bara þú vilt vita meira. Ég vil vita meira, já. Eins og ég. Já. Ég vil sjá samning og ef hann er hagstæður þá segjum við já. Ef ekki, þá segjum við nei. Það er svo einfalt mál. En það er nú orðin samkvæmisleikur hjá mér að skilja við alla viðmælendur mína sem hafa áhuga á þjóðmálum með spurningunni hvernig heldur þú að þetta fari? Má ég rökka þig hvernig þú heldur að þetta fari? Já, ég á mjög erfitt með að halda eitthvað það. Ég vona að niðurstaðan verði já og kannanir undanfarinna mánaða hafa ekki sýnt mikla breytingar. Við höfum alltaf verið aðeins yfir, stundum meira og stundum minna. En svo getur bara kosningaþáttaka og veðrið á laugardaginn haft sitt að segja. En vonandi segjum við já og þá höfum við bara tækifæri til þess að segja nei ef að svo ber undir. Akkurat. Þegar niðurstöður liggja fyrir. Þannig ég á erfitt með að skilja þennan ótta við að sjá hvað er í boði. Þú ert búin að fylgjast með ansi mörgum kosningum á langri ævi. Já, sannarlega. Finnst þér þú vera svona alveg vegalaus niðurstöðuna núna af því að oft ég er nú töluvert yngri þú. Já. En stundum er ég með mjög sterka tilfinningu fyrir því hvernig einhverja kosningar fara og stundum er ég bara nokkuð nálægt í að giska á það í hausnum síðustu dagana undan. En núna er ég algjörlega týndur, ég veit ekkert hvað er að gera. Ég skil þig mæta vel. Er það eins með þig? Já, það er eins með mig. Ég segi bara ég vona að já vinni, ég vona það innilega en ég er alveg búinn undir það að við fáum nei. Það fer svo sem hvorki himinn er jörð en manni finnst það fúlt ef það er ef niðurstaðan er rigguð með þeim hætti að lygar og fals hafi orðið ofan á og svo er þetta náttúrulega mjög mikið umhugsunarefni með þessa botnlausu sjóði sem enginn veit hvaðan koma sem keyra áfram auglýsingaherferð stóru auglýsingaskiltin hérna hjá neyjurunum þeir verðast að vera með miklu meiri pening heldur en jáararnir
og þetta eitthvað sem að Evrópuþjóðir, ef við verum á meginlandinu, væri að ræða daglega sem mjög alvarlega skekkju. Hér erum við svolítið bara svona, það er bara að hafa það. Það er samt komin í gang umræðum það, við þurfum að setja ramma þetta. Hún kom að utan. Það var Össi sem að hóf þá umræðum. Því að sko lögin stjórnmálahreyfinga eru mjög skýr og stíf. Þar þarf að gera einn fyrir öllu. En þarna var glompa. Þarna er glompa, fyrir þessa atkvæðagreiðslu. En ég gerir ráð fyrir því og ég hef heyrt sko að menn vilji breyta þessu fyrir næstu atkvæðagreiðslu þegar við þurfum að takast á við það. En sumir segja að það verður nei og laugardaginn þá muni líða áratugir þannig til Íslendingar fá afturtækja til að skrá. Já, það er mögulegt. Og það verður að viðurkennast þess að vera auðvitað veikist ríkisstjórnin með þessu nei. Það aukast líkunar á því að gömlu valdaflokkarnir, Framsóknarflokkur og Sjálfstæðisflokkur taki aftur yfir. Það er bara þannig. Mögulega, mögulega. Þetta segir sig sjálf. En sko ef það verður nei, sko þá eins og ef það verður 10 ár þangað til næst, þá er ég ekki viss að ég verði sko í baráttunni. Nei. Nei. Þú gerir nú bara vel í dag að vera 82 í. Já, maður bara brennandi áhuga. Ég er búin að hafa brennandi áhuga á stjórnmálum eiginlega bara frá því að ég var ungur maður. Já, það er eiginlega það sem ég bara losna ekki við það. Nei, það er eiginlega það sem, að þú nefnir þetta. Þetta er eiginlega það sem ég hefur fundið skemmtilegast við síðustu vikur. Það er sko að hitta allt þetta fólk með brennandi áhuga fyrir samfélaginu. Þannig að þegar ég var að telja upp ágallana áðan fyrir kosningan þá varum við líka að lýsa því hvað er búið að vera gaman að sjá þróttinn og ástríðuna og eldin í alls konar fólki. Hingað hafa komið sko krakkar og gamalmenni og alls konar fólk þess á milli. Fólk út í bæ, ekki bara sérfræðingar. Og það er búið að vera rosa gaman að skynja það að við erum þrátt fyrir allt sko, okkur er ekki sama. Nei, sannarlega ekki. Þjóðfélag tortímist leið og sko íbúar þess leið og þeir eru svo dofnir að þeim er bara sama. Akkurat. Þú fyrir ekki hvað þetta er innblásið hjá mér. Ég er sjálfur bara svona spenntur út að löga þetta. Já, ég skil þetta við því að maður losnar ekki við þennan áhuga, það er bara þannig. Kona sem var með í spjalli í síðustu viku, hún er hætt að sofa, hún er svo spennt. Já, það er ekki svo alvarlegt en ég reyna bara að beina orkunni í eitthvað annað heldur en að vera vakandi á nóttinni. En ég þakka þér kærlega fyrir komuna, Steinar. Já, takk sömuleiðis. Ekki bara segja þetta gott í dag? Jú, frábært. Takk fyrir komuna. Takk. Við erum ekki hætt, nýr kafli eftir andartak, ekki fyrir langt. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is Það er nokkuð liðið síðan við vorum hér síðast með þáttinn Réttur er settur eins og við köllum hann bæði í grín og alvöru. Lagahornið væri nú kannski betur lýsandi en hann er komin hingað lögmaðurinn Gísli Tryggvason til að ræða lagaleg álitamál samtímans. Vertu velkomin Gísli. Takk. Nú erum við náttúrulega öll að velta fyrir okkur kosningunum á laugardaginn. Það hefur svolítið verið fjallað að það sé óheppilegt að við vitum ekkert úr hvaða vösum jafnvel 100 milljóna koma núna í auglýsingar og að það hafi sem sagt vantað löggjöf til þess að sjá það. Ertu sammála því að þarna sé atriði núna í kosningunni sem gæti jafnvel bara, ég segi nú ekki riggað, en gæti haft úrslita áhrif á niðurstöðuna af því að fylkingarnar hafa mælst svona frekar jafnar, nei og já? Já, ég vona að þið frjálsa orð og frjálsi hugur sigri mammon eða peningana en ég er alveg hissa á þessari handvum okkar allra að hafa ekki hugað þessu í tæka tíða því að það voru sett fyrir 20 árum lögum fjármál stjórnmálaflokka og núna heitaðu held ég lögum starfsemi og fjármál stjórnmálaflokka eða eitthvað slíkt. Og það er mikilvægt að í kosningum fólk, forseta,
sveitastjórnir og alþingi, að þar séu reglur hvort og hvernig má styðja við málstæðin, það finnst mér allavega, en það líka mikilvægt að í þjóðaratkvæði þegar greitt eru atkvæði málefni eins og hefur gerst í tvígang allavega, ef ekki þrígang sennilega með synjun forseta, þá það bindandi þjóðaratkvæðagreiðsla og svo eru mörg dæmi eða vaxandi fjöldi dæma frjálsar eða ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslur fyrir meirinn 100 árum áfengisbann og þekkskyldu held ég. Já. Og núna 2012 nýja tillögu að stjórnarskrá sem var hunsuð af því hún var bara ráðgefandi og þingið vildi ekki láta taka fram fyrir hendurnar á sér. Og síðan þessi mikilvæga þjóðaratkvæðagreiðsla hvort að við eigum að halda áfram viðræðum að sækjum fulla aðild að Evrópubandalaginu. Já, sko þetta kemur náttúrulega, gefum okkur að það sé rétt sem margir halda fram að djúpir vasar sægrefana, ólígarkana, sem hafa flestir telt sér í fremstu röð gegn jáinu, segjum bara að það sé verið að sækja þetta fyrir í þá vasa, þá kemur það þeim náttúrulega mjög vel að það eru engar reglur þetta, en það kemur kannski lýðræðinu ekkert rosalega vel. Nei, og ég held að sé ekki bara þessi hópur sem þú nefnir, ég held að sé bara margir sem í sterkri stöðu og hafa hag af því að vera í lokuðu krónu hagkerfi og geta nota evruna í uppgjör og annað sem aðrir hafa ekki valum. Já, en þú segir handvömm. Þú segir handvömm. Ég er bara hissa á sjálfum mér að hafa ekki hugsað út í þetta fyrir þessi þjóðaratkvæðagreiðsla kom allt í einu. Ég átti reyndar ekki vona á henni alveg svona stemma frekar en aðrir. Það var sagt í síðasta lagi á næsta ári. Já. Og þetta hefði þurft að gera áður finnst mér. Af því að það er yfirlega þetta aðhaldað utan eins og ÖSE og Feneyjanefndin og bara stofnanir Evrópubandalagsins sem að stundum hjálpa nýfrjálsum þjóðum eða minna þroskuðum þjóðum eins og okkur að hafa hlutin í lagi og við vorum með margt í ólagi til dæmis þegar við byrjuðum að sækjum síðast 2009 þá komum til dæmis athugasemdir að dómskerfið væri ekki nógu sjálfstætt og óháð. Flettiskiltin til að mynda, mér skil að þú þurfur að borga alveg svakalega peninga fyrir auglýsingar þar. Þetta kom fram á fundunum með Kristrúnu í gær í Austurbæ að það er fljótt að koma 20 milljóna ef ekki bara 100 milljóna í auglýsingakostnað Þannig að mér leið alltaf eins og að þær stöllur Kristrún og Þorgerður hefðu með stuttum fyrirvara ákveðið að nota ágúst þetta árið undir þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og kannski var það í flýtinum að mönnum yfirsást þetta. Já, ég vona bara að hagsmunir sigri ekki hugsjónir þarna. Ég vona hugsjónin nánara samstarf líkra þjóða og að við fáum að það komi í gegn og við fáum að hafa áhrif á þá löggjöf sem hefur verið samin í rúm 30 ár fyrir okkur og við litlu geta breytt. Já. Sko, það er allavega tvennt í viðbót sem ég ætla að ræða við sem tengist þessari Evrópukosningu. Ég ætla að ræða við þig svona samningana ef til þeirra kemur. En áður en fyrir þangað, þá ætla ég að ræða við þig hinn lögformlega feril ef það verður já á laugardaginn og ef það verður aftur já síðar og Íslendingar kjósa aðild að svara því í þjóðaratkvæðagreiðslu síðar að við viljum verða aðilar að ESB. Hvernig er þetta með Alþingið aftur? Hvernig er þetta með Alþingi? Já. Já, Alþingi hefur þarna þá í tvígang þó að þjóðin sé í raun handhafi fullveldisréttarins, þá er formlega séð Alþingi sá sem að breytir lögum og breytir stjórnarskrá og þá þarf það að fylgja þessu framsali. Þetta er pólitískt bindandi en ekki lagalega bindandi þjóðaratkvæðagreiðsla í báðum tilvikum og þá þarf að breyta stjórnarskránni líka og það er gert með því að Alþingi samþykkir breytingu, svo er kosið og svo þarf nýtt Alþingi að samþykkja sömu breytingu og þá þarf að heimila þetta
framsal, takmarka framsal ríkisvalds í viðbót sem að felst í ESB-aðild. En að með valda umskiptum segjum sem svo að þetta myndi ganga eftir en svo bara tekur Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn aftur við og kannski miðflokkurinn á milli þeirra upp í rúminu og þeir segja bara nei, við ætlum að rifta þessu gamla. Þá bara verður ekkert af þessu. Já, ef að þjóðin kýs með opnum augum flokka sem vilja það og standa við það, þeir hafa ekki alltaf staðið við það sem þeir segja. Þeir hafa nú til dæmis lofað þessari þjóðaratkvæðagreiðslu sjálfir áður og hafa hunsað það. Þeir hafa líka hunsað þessa þjóðaratkvæðagreiðslu frá 2012 sem ég nefndi. En það líka dæmi að flokkar sem voru ósáttir við einhverja niðurstöðu hafa samt sætt sig við hann og fylgt henn eftir, eins og verkamannaflokkurinn í Bretlandi. Hann var almennt á móti Brexit en hann fór samt ekki strax í að snúa ofan að því. Þannig að það eru dæmi líka í EES, það voru flokkar sem voru á móti og svo voru þeir allt í einu með eða flokkar sem voru með sem voru allt í einu á móti. Þannig að menn hafa líka stundum hugsað, ok, þetta er búið, við fylgjum því. Þannig að það er ekkit öruggt að þessu verði snúið við af einhverjum afturhaldsflokkum. Ég bara trúi ekki að þjóðin kjósi flokka sem að segist alltaf snúa við einhverju niðurstöðu sem er orðin. Sérstaklega hún er góð eins og ég á vona. Já. En það eru svona ýmsar ógnir sem steðja að lýðræðinu. Það er þessi bjögun, þessi fjármálabjögun, auglýsingafé. Það geta sest að völdum flokkar sem að rifta fyrir lýðræðislegri niðurstöðu. Við munum svo sem öll hvern okkur leið þegar Gunnar Bragi sagði okkur að hann hefði sendt þetta meintaslítabréf til Brussel, sko. Við munum ennþá svikin sem við upplifðum. Og það eru ógnir sko, nú eru sumir neysinnar sko að tefla fram fullveldinu sko sem einhverju röksemd en fullveldinu höldum við alltaf þó að við framsilum takmarkaða hluta ríkisvalds og fáum þá meiri áhrif og síðan er svona stærsta ógnin við fullveldi, það er hegðun stórvelda eins og forsætisráðherra kom inn á fundinum í gær þegar sko stórþjóðir eru farnar að sko sölsaundi sér land fyrst og ráða svo inn í land, hóta næstu nágrunum og bandalagsþjónum að taka af þeim hluti. Nú talað að sko olíuvinnslu undirbúningur sé í gangi af hálfu Bandaríkjamanna í Grænlandi án þess að þeir hafi spurt kóng eða prest og sína næstu nágranna þjóð sem er allstór með við okkur, Kanada, hafa þeir sko meðhundla eins og bara þræl. Þeir hafa krafist þess að þeir láti af samningsgerð og menningar arfleið, eða tungumála varðveislu. Það er stór hluti Frakkland sem hefur franska tungu sem móðumál. Þetta eru bara ótrúlega kröfur. Þetta er eins og Bandaríkin höfðuðu sér gagnvart Indíánum nánast sko. Í fyndinni. Þannig að maður bara hugsa sko hvar ætla þessir andstæðingar ESB aðildar umsóknar eða viðræðna, hvar ætla þeir að sækja sér skjól ef að þessar fjölþáttaógnir þróast meira. Það er ekki alltaf bara verið að ráðast með sprengjuvörpum og drónum á þjóðir. Það eru alls konar ógnir aðra sem að Þjóðverjar og baltnesku löndin hafa upplifað í nokkur ár núna. Mörg Evrópuríki og Bandaríkjamenn eru farnir að hegða sér þannig að þeir nota tollamál til dæmis sem vopn eiginlega. Þá er gott að eiga skjól. Jú. Af því þú minntist á fullveldi og því að ég hef nú unnið svolítið við það að skrifa ræður fyrir stjórnmálafólk, ráðherra og þingmenn og aðra og það var ein málsgrein og ræðu Kristrúnar í gær sem að mér fannst svona ná að rísa svolítið hátt. Það var fullveldi Íslands er ekki safngripur sem við geymum upp í skáp meðan Ísland einangrast frá umheiminum, sagði hann. Þarna fannst mér hún ná svolítið svona góðu ansvari við tilfinningaumræðu fullveldið og í rauninni hvernig menn hafa farið svolítið vísutandi eða ekki frjálslega með það. Já, ég meina fullveldi er bara eins og hvert annað tæki sem að notar til góðs eða íls eins og Kristrún kom inn á fundum sem ég sótt í þessari viku. Það er hægt að gera slæma hluti innan ESB og utan ESB en það verður auðveldar að gera marga góða hluti innan ESB
og það ekki hætta á slæmum hlutum, en til dæmis sumir halda því fram að hér verði bara lagður sætstrengur í óþökk okkar og tekin á okkur orkan, en það alveg ljóst að ríkisstjórn og alþingi þarf samkvæmt stjórnarskránni eins og hún og verður að samþykja allt slíkt. Já. Þannig ef við viljum taka þátt í einhverjum orkumarkaði meira, þá getum við gert það, en við getum líka sleppt í eins og ég hugsa margir vilju. Það verða engar auðlindir teknar á okkur frekar en öðrum þjóðum í þessu bandalagi fullvalda ríkja. Og hvers virði þetta eina orð, þetta hugtak fullveldi, ef þú ert einn á köldum klaka, án viðskiptasambanda, án þess sem að hefur gert Ísland að forríkri og velstæðri og menntaðri og glæsilegri þjóð. Það varð ekki til hér innanlands hjá okkur einum og sér. Þannig að þetta var gott hjá henni. Gefum okkur að, sko, ef það verður nei á laugardaginn, þá nú flestir sammála að þetta verði ekki að dagskrá alveg strax, sko. Þetta kælist í, ég veit ekki hvað, 5-10 ár. Það minnst ekki ólíklegt að svo verði raunin. En ef það verður já, það svona meira spennandi að velta því fyrir sér af því að þú ert hér gestur minn og sérfræðingur lagalega efni. Allir eru sammála það að það væri hreinlegast að hefja samningaviðræður við ESB fiskinn, sjávarútveginn og orkuna kannski þar á eftir. Og þá eru nokkrar sviðsmyndir. Fyrsta lagi þá bara kann svo að vera að Evrópusambandið segir bara nei, við þurfum að vera ósveigjanlegri en ykkur líkar og þá bara göngu út og segja ok, engin aðild að Evrópusambandinu. En svo svona, þú veist, einhver grásvæði þarna inni og það talað að það sé mikilvægt fyrir okkur að halda okkar staðbundnu stofnum og algjört lykilatriði. En hvað með þessa deilistofna, þið tekist á þá eða þekkirðu þetta? Já, sjálfsagt, eins og alltaf við samningaborðið, sko, við þyrftum semst engar undanþágur varðandi þá stofna sem eru bara í okkar lögsögu, þó ég kunni ekki að nefna þá alla, að þá ljóst að sameiginlega fiskveiðistefnan, hún gengur út á þeir sem hafa veiðireynslu, þeir geta gert tilkall og hér hefur enginn haft veiðireynslu í 50 ár. Það eru 50 ár núna síðan við sendum síðustu brettana held ég úr landhelginni eftir síðasta þorskastríðið. Þannig að það þurfum við ekki að vera hættum. Það þyrfti aldrei, það óhugsandi að eitthvað rifrildi staðbundustofnunum. Já, ég held að það sé óhugsandi, jafnvel á óbreyttri sjávarútvegsstefnu, en það örugglega stefnan hjá ríkisstjórninni að tryggja það samt í einhvers konar aðildarsamningi. Síðan það flökku eða deilistofnar, sko. Það þarf alltaf að semja við þá, við grænlendinga, færeyinga, rússa, norðmenn og Evrópusambandið. Og þá betra að mínu mati, þó ég sé engin sérfræðingur á þessu sviði, að vera innan og hafa þessa sterku bæði stöðu. Við hefum svo mikla hagsmuni að þessu að við setjum þetta á oddinn og við höfum líka svo mikla þekkingu á þessu að okkar fólk hefur vissa yfirbyrði. Það ekki fjöldin sem ræður, það ekki 500 milljónir á móti 400.000, það bara þekkingin og rökin sem skipta máli. Og þó að menn sé að nota einhver veikburða rökum Íra, sko, þá var þetta miklu minni þáttur í þeirra efnahag þegar þeir gengu inn og bara brot núna, þannig að það ekkert sambærilegt og eins og margir hafa bent á, það hefur aldrei verið sótt undanþágu eða sérlausn í sjávarútvegi, þannig að það ekki reynt á það. Við vitum bara að þeir hafa ekki tekið skinkuna af Dönum eða skóana af Svíum og Finnum og þeir reyndi ekki að taka olíuna af norðmönnum þegar þeir sóttu aðild en felldu. Þannig að ég skil ekki hvernig nokkur getur haldið í fram eða trúa því að tilgangur einhvers hér eða einhvers þar í Brussel sé að taka af litlu landi í lífsbjörgina. Það gengur enginn í svoleiðis félag og vill enginn gangi í svoleiðis félag, ekki einu sinni viltustu Evrópusinnar. Og svona út frá söguþekkingu þinni, reynslu og menntun, ertu sæmilega vongóður að við getum náð sátt í sjávarútvegsmálunum? Ég mjög vongóður, bæði að því ég kynnti mér þetta vel þarna þegar við fórum í hérna leiðangur 2009 sem að kláraðist ekki
og að því ég hef fylgst með þessu síðan og hlustað á mér fróðara fólk og þekki að einhverju leyti öll þessi dæmi undanþágur sér þarfir vissra landa eins og stundum við talaðum með Finnland, þeir fengu eitthvað ákvæði sem stundum var kennt við heimskautalandbúnað, þannig að þeir gátu rúmast innan sameiginlega stefnu en samt tekið tillit til sinna hagsmuna og það er enginn að fara að taka af okkur lambakjötið eða orkuna eða fiskinn. Varandi orkuna þá var Kristrún mjög skýr síðast í gærkvöldi á því að það yrði ekki lagður sæstrengur á hennar vakt og er það sama þar? Hefur engar áhyggjur af orkubúskapnum okkar? Þurfum að gefa hann eftir? Nei, það þarf samþykki minnst Alþingis til þess að leggja sæstreng til Íslands og þá metum við það bara sjálf. Það treður því enginn ofan á okkur frekar en öðru. Og þetta semjum við allt, sko. Þar sem er einhver hætta eða mögulega hætta, þar verða samningamenn undirbúnir og setja fram kröfur og svo verður þetta náttúrulega allt á borðinu. Það er það sem að neysinnar óttast, það er að þetta komist á borðið. Þannig að ég held að þá gruni marga eins og mig að samningurinn verði svo góður að það sé hætta á að þjóðin samþykki góðan samning. Já, það getur verið. Heyrðu rétt í lokin, Gísli, ef við förum í tíðindi dagsins að við vorum að fá verðbólgumælingu, hún er vond og kjarasamningum á augljóslega að segja upp í ljósi þess að verðbólgumarkmið náðust ekki. Talsmenn verkalýðsfélaganna sögðust hafa samið hóflegar launahækkanir á grunni þess að stjórnvöld myndu tryggja að verðbólga yrði lág í staðinn og með verðbólgunni eru tengsluð vexti eins og við vitum og allt það. Er ákveðin hætta á því að þegar svona verðbólgumarkmið gengur ekki upp að það veiki stoðir og vilja félaga til þess að semja út frá þessari klásúlu? Já, það er hugsanlega hætt á því en þeir geta þá hugað sig við það að þessi rauðu strik sem hafa verið sett inn alloft í síðustu áratugi, þau hafa virkað. Það sem að ég held að sé það eina sem virki er að sko ná tökum á verðbólgu og stöðuleika með því að fá evru og útrýma verðtryggingu. Þannig að menn fái meira fyrir peningin en atvinnurekendur eru kannski ekkit sammála því að þetta hafi verið hóflegar launahækkanir síðast eða það sem kom í kjölfarið. En að því hún nefnir þetta þá má líka segja sko að vinnumarkaðsmódel hvers ríkis það raskast ekki af ESB aðild. Það er eins og hugsanlega hægt að stilla það betur af þannig að verði heildrænni lausn og ég heyri oft SA og ASI tala að sko þeir hafi nú ákveðið einhver viðmið sem að aðrir eins og kennarar eða BHM fylgja ekki en þá finnst mér alveg síðan ég var starfsmaður BHM þá finnst mér að sko það gleymist stundum að það þarf þá að hafa þá með í samráðinu. Allavega þá sem eru innan bandala, það er kannski minni ástæða til þess að tala við sko sterk stéttafélög sem ákveða að vera utan bandala. Það eru 3 bandalög eða 4 ef maður tekur sko ASI, BSIB, BHM og svo KI, það er svona einhvers konar blanda af stéttafélagi og bandalagi stéttafélaga. Þetta eru stórir hópar sem að eru ekki bundnir af einhverjum viðmiðum sem að hefur verið sammælst nema þeir hafa fengið tækifæri til þess að koma sínu að. Já. Þú ert sjálfur jáari og ætlar að kjósa já á laugardaginn. Ég ætla að greiða atkvæði með því já. Já, og ég ætla að spyrja þig eins og ég er farin að gera núna alla þessa viku svona enda viðtölina á þessum samkvæmisleik. Hvernig heldur þú það fari? Ég held að jáið verði ofan á, en þar er ég mjög litaður af vonminni það og svo er maður bara í mismunandi búblum, það er einhver algoritmi og maður kannski forðast að ræða þessi mál við sína nánustu sem er á algjörlega öndverðum meði en maður þorir að ræða þetta við þá sem að þóla málumlegar umræður sko.
En ég tala sennilega meira við sko jásina þessa dagana, en það er enginn sem alveg viss að þetta fari svona eða hins eginn, held ég sko. Nei. Ég hitti nokkra kalla sem að borða í múlakaffi í gær og ræddi við þá og þeir könnuðust ekkert við einhver svona leiðindi í fjölskyldunni og svoleiðis. En svo hitti maður aðra hópa og þeir kannast mjög vel við leiðindi í fjölskyldunni, í vinahópum og svona. Ég hitti krakka daginn sem í framhaldsskóla, sagði að krakkarnir í framhaldsskólanum hefði bara svolítið lært að vera ekkert mikið að ræða þetta þar því að þar væru bara myndi gjósa tilfinningar og læti. Við þurfum að æfa okkur í þessu Íslendingar. Já, ég náttúrulega hef svo lengi verið í þannig starfi að ég þarf að sko reyna að skilja persónur frá málefnum starfsmíns vegna og ég á til dæmis 2 nána ættingja sem að eru harðir á móti en ég get rætt þetta auðveldlega og máleflega við annan en hinn Síður. Já. Ég held að séu ýmsir sem að deili þessari sögu. Og einhver spurði mig sko hvernig er í fjölskyldubóðunum og ég sagði bara mér þykir og væntum viðkomandi til þess að ræða þessi mál við á sko, en þess að ég vil ekki stefna fjölskyldutengslum eða böndum í hættu út af svona sem er þó stundarmál. Það er að lokum eitthvað annað sem skiptir meira máli en jafnvel svona stórt mál. Ég veit að þetta er rosalega flókið sko, af því þetta er frekar stutt og afmarkað ferli en vináttan á að vera löng, hún á að vera ævarandi. Og presturinn okkar í Hvítasunnuðsöfnuðinum, hann kom mjög vel inn á þetta í predikur sinni sennilega 16. ágúst fyrir 10 dögum síðan eða svo. Hann sko brýndi fólk til að hugsa sko að það væri eitthvað einhverju eilíðar hagsmunir sem að þið geti giska á hverjir eru sem eru mikilvægari og heldur en þessi stundar hagsmunir. Þannig að fjölskyldur og sóknarbörn og aðrir vinir bara eiga að hefja sig yfir það og láta ekki stranda á svona. Ég held að menn ættu nú að hlusta á þessa predikun bara, hún er örugglega á netinu þá. Já. Í Bridge-klúbnum í vikunni þá ætlaði einhver að fara að ræða þetta og þá bara sama hvernig hjörðin tvístraðist, menn hafði bara vitað á því að það fór hver í sín átt. Já. En þetta væri gaman ef við gætum í Bridge-klúbnum, ef við gætum í fjölskyldinu þóttu séum ósammála, ef við gætum í vinahópnum öllum stundum, rætt þessi mál aðeins að einhver yrði svona persónulega fyndi fyrir einhverjum persónulegum sársauka. Já, og svo er náttúrulega eitt að sko svara spurningum ef maður er spurður af einhverjum vini eða nákomnum hvernig er þetta, hvernig fer þetta, þá reynir maður að svara heiðarlega. Annað kannski ef maður kemur og segir sko, heyrðu, á ég ekki að segja hvernig þú átt að kjósa eða greiða atkvæði. Þannig að þetta fer mikið eftir bara dýnamík og persónuleika sko. Já. Og hugsa þér sko, ef þetta ræði svo bara á 3 eða 5 eða 10 atkvæði. Já, svakalegt. Við vonum það besta. Já, takk fyrir komuna Gísli. Takk fyrir mig. Og áfram, göngu í göttuna kæru hlustendur, það er von á meira efni ekki fyrir langt. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvaradóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Já, við höfum aðeins rætt við sagnfræðinga, Guðmund Hálfdanarson hef ég rætt við vegna Evrópukosningarnar á laugardag. Kannski eru þeir fleiri. Hann er komin hingað Valur Gunnarsson sem er ekki bara sagnfræðingur, hann skrifar líka bækur. Velkomin. Takk. Valur, ég rak augun í færslu hjá þér á Facebook. Þú segir þeir sem nú hamast mest gegn ESB myndu verða þeir fyrstu til að krefjast aðstoðar þaðan ef eitthvað hræðilegt myndi gerast hérlendis, hvort sem það veri náttúruvá eða utanaðkomandi hætta. Út frá þessum punkti langar mig að hefja samtalið við þig.
við lítum ansi mikið á þessa kosningu verðist vera bara frá núna árinu 26 og okkur gangi vel og því ættum við þá að nálgast þennan klúbb sem er nú bara í hálfgerðri hnignun. En þú notar söguleg rök fyrir því að sjá hlutin í öðru ljósi og ert svona meira í pólitíkinni. Já, manni finnst stundum eins og umræðan að það séu svona 2 fyrirbæri til í heiminum, það er Ísland og það er Evrópusambandið og ef það væri þannig þá myndi það náttúrulega ekki skipta sjálfsög neinu máli. Nei. En það eru mörg önnur fyrirbæri þarna, það eru Bandaríkin, það eru Kína og Rússland og allt er að sigla í kringum okkur og síðan er loftslagsvá og það er eitt og annað. Sko, ef að árið 2016 að einhver hefði sagt eftir 10 ár það verður stórstríð í Evrópu, það verður farsótt búin að ganga yfir, það verður svo mikið hitabylgjur í Evrópu að 10.000 láta lífið og það verður Bandaríkjaforseti sem er að reyna að brjóta upp alþjóðakerfið. Þannig að allir segja bara róaði þið nú aðeins, þetta er nú alveg þetta er nú svolítið mikið sko. Þannig að það veit enginn og ekki heldur hvernig framtíðin verður en þetta er bara það sem hefur verið að gerast og heimurinn breytir svo hratt þannig að aðild að Evrópusambandinu fyrir mér og held að stóru myndinni skipti snýst ekki vexti og vaxtaveldi, þetta snýst bara það að við getum komist af ef að illa fer og og ég held að Evrópusambandinu mun alltaf koma okkur til bjargar hvort þið en það verður miklu öðuldra og betra og bara heiðarlegra að ganga í klubbin sem jafngildur meðlimur. Já, og þú ert að velta þessu fyrir þér frá þeim sögulega grunni að allt frá seinni heimsstyrjöld þá hefur verið nokkuð góður friður í Evrópu, kannski fyrir utan það sem þú ert að nefna núna og svo það var í Austur-Evrópu þetta stríð, en sko þú ert að segja það að friðurinn í Evrópu hefur haldist vegna Evrópusambandsins. Friðurinn alltaf er það mikilvægt sem til er fyrir alla og ekki síst fyrir smáþjóðir öll hagsæld og svo ekki tala bara líf og limi fólks byggir á því að það sé friður og ef friður helst þá munum við sannlega hafa fínt en ef ekki þá fyrir allt á versta veg og ef það hefði gerst í seinni heimsstyrjöld að nasistar hefði komið hingað fyrst sem að vera örugglega efniður í fína skáldsögu en ef eitthvað slíkt hefði gert þá væri enginn í dag að tala blessa stríðið og árið 1939 þá voru allar Norðurlandaþjóðirnar hlutleysir sinnar en það endaði með því að það var ráðist á þær allar og 10.000 manna drepnir en eftir seinni heimsstyrjöld þegar það var búið að leggja álfuna í rúst í annað skiptið og innan við 30 árum þá ákvað fólk bara nú er nóg komið. Nú verðum við bara að læra að vinna saman og grunnmarkmið Evrópusambandsins var alltaf að halda friðinn í Evrópu og til síst í Vestur-Evrópu þá og það er ekkert sjálfgefið. Ef maður les bækur frá þessu tímabili kringum 1950 Time Life bók sem ég erði frá aðminum þá er því spáð að þriðja heimsstyrjöldin verður örugglega gegn Sovétríkjunum eins og fjórða verður gegn endurreisn í Þýskalandi. Að það var stríð á milli Frakka og Þjóðverja 1870, 1914, 1939 og okkar ekki 1970 og í dag hljómar þessi hugmynd alveg bara absúrt að það sé verið stríð á milli Frakka og Þjóðverja því að það er alveg út í hött en það er út í hött vegna þess að þróunin var þessi. Hún var í átt til friðar, hún var með því að samtvinna þjóðirnar og efnastjörn og ganga í sameiginlegt bandalag og sameiginlegan klúbb og þá er stríð innan Evrópusambandsins er óhugsandi sem er eitthvað mesta kraftaverk sögunar vegna þess að það verið stríða milli þessari þjóða í 1000 ár þar á undan. Já. Og þú ert svolítið að bera saman þessa farsælusögu eins og hún hefur verið núna umliðna áratugi við hið ófyrirsjáanlega hvað varðar Bandaríkin. Þú segir íslenska lýðveldið hefur aldrei verið til nema upp á náð og miskunn Bandaríkjanna, náð sem getur verið dregin tilbaka hvenær sem er og hafið þið einhvern tímann hugsað þá og hugsun þá er það akkurat náttúrulega síðustu mánuði. Já. Ekki satt? Jú, það talandi brennandi hús þá eru Bandaríkin langstærsta hagkerfi heims með $30 triljónir. Evrópa og Kína er næstum með $20 triljónir á mann. En Bandaríkin skulda $40 triljónir.
og Trump var spurður að þessu í síðustu viku hvað, af því hann stefnir nú ekki til þess fallin að minnka skuldina, heldur hann bæði að lækka skatta á hana ríku og efla herinn sem bæði mjög dýrt og hann spurði hvað ætlar að gera og þá sagði hérna getum við alltaf notað herinn og hvað merkir það raunverulega, ætlar hann að fara að ráðast að þjóðir sölsæðindir auðlitir undir sig eða bara beituna sem einhvers konar kúnutæki við hérna þá höfum við notið verndar Bandaríkjanna aðalega þeir eru að vernda sjálfan sig okkur að kostnaði lausu en hvað Trump segir alltaf hérna nú þurfum þið að fara að borga fyrir verndina og við segjum nei takk við mig fara, nei, þið verðum að hafa hér hérna, þið verðum að borga fyrir hann. Þetta er bara ein af mörgum sviðsmyndum, önnur svo að Íslenska ríkið og bara Íslendingar getur aldrei haft skoðun á neinum alþjóðamálum hér eftir nema með samþykki Bandaríkjanna. Við getum ekki tekið afstöðu með Palestínu ef að Bandaríkjamönnum þóknast það ekki af ótta við að verða beitt refsiaðgerðum og þá náttúrulega erum við endanlega búin að afsala okkur öllu sjálfstæði en innan Evrópusambandsins getum við sagt hvað sem er. Spánverjar hafa tekið afstöðu á móti Bandaríkjunum, bannaði að nota herstöðar og Trump hótaði en hann gat ekki gert neitt þannig að Spánverjar eru varðir af allir í Evrópu sem er bara það sterkt batteri. Þannig að við stöndum miklu viðkvæmari fyrir einu og sér, þú veit segja. Það öll lönd auðvitað gera það og Bretar náttúrulega komist að því fyrir 10 árum síðan þegar þeir voru, minnum að plata þess að ganga á ESB að þeir, núna þurfum við ekki bara að hugsa Evrópu, nú getum við veslað við allan heiminn en það var bara saman Bretland. Bretland er alltaf lítið og ef að Bretland er of lítið til þess að geta gert viðskiptasamninga út allt þá og hvað þá Ísland. Þannig að það er bara, þeir mistu óbúslega mikið af sínum áhrifumanna og síðan náttúrulega auðvitað er það að Trump náttúrulega ógnar Kanada, hann setur verndartólla gegn Kanada, heimtar að Kanada fylgi hans stefnum hvert Íran, hann heimtar líka þeir fylgi hans stefnum hvert Brasilíu og þetta við höfum verið heppin hingað til að hann er búin að hóta bæði Kanada og Grænlandi sem okkar næstu nágrannar og kannski verðum við heppin áfram en það er ofboðslega djarta að veðja á það. Við höfum ansi oft og ansi lengi verið heppin núna og maður veit ekki hvenar þeir eru heppni líkur. Nei, en líkur kannski bara einu sinni og þá það er óþarfi að hafna öllum björgunarbátum vegna þess að við höfum ekki lent í slysi ennþá af því að ef að slysi kemur þá er nú betra að hafa þá. Hvað áttu við þegar þú segir óttinn við hið ímyndaða ESB gerir það verkum að við fáum ekki að skoða hér raunverulega ESB? Sko, ESB er raunverulega ekki til, ekki í þeirri merkingu sem að lögð er í það. Það er náttúrulega undarlegasta kannski kenningin, eða ég veit ekki hvort það er kallað kenningu, sem maður heyrt ESB er að ESB ætla að kalla Íslendinga einhvern draugaher sem er ekki einu sinni til. Fyrsta lagi er hann ekki til, í öðru lagi er engar sérstakar hugmyndir að slíkur verið til nema bara ákveðin ríki tækir saman með sína heri. Þriðja lagi, jafnvel þó hann yrði til, þá myndu þeir örugglega ekki koma herskildu og fjórða lagi, jafnvel þó að þau myndu koma herskildu sem við myndum ekki gera, þá myndu þeir aldrei kalla Íslendinga í þann her vegna þess að við erum alveg gagnslausir hermenn, sko. Þannig að heiminum myndu bókstaflega þurfa að farast áðurna til þess kæmi að Íslendingar eru kallaðin í Evrópu sem er ekki til. Þannig að það bara þurfa að eyða orðum í þetta er svolítið magnað. Og það er líka, og síðan ég veit ekki alveg hvað þessi hugmynd kemur, vegna þess að hún er svo sérsniðin að Íslandi. Þessi umræða er ekki til heldur einstakar annar staðar. Hún myndi aldrei vera til í Noregi sem náttúrulega er með sína eigin her og sína eigin herskildu. Þannig að einhver hefur búið þetta til fyrir okkur til þess að blekkja okkur. Það er eitt. Annað er þessi hugmyndum sko að ESB sé eitthvað fyrirbæri sem að vilji eitt og annað og sölsundri eitt og annað. ESB náttúrulega er bara samansafn ríkja sem að ríki taka sjálfvilju þátt í og taka ákvarðanir og það er mjög svifaseint oft vegna þess að hvert og eitt ríki hefur neitunarvald og þannig að það er ekkert batteri sem að er að taka frá neinum. Þetta eru bara þjóðir sem koma saman, þannig að það er svo
Já, þannig að þú veist, þessi hugmyndum að ESB sér að gera eitthvað annað heldur en þjóðirnar innan þess, bara eiginlega þetta gengur ekki upp vegna þess að ESB er ekkert annað heldur en þjóðirnar innan þess. Og síðan náttúrulega líka einhverjum pælingar regluverksfargan. Ég man eftir þegar ég var úlningur á hlómar að því að ESB ætlaði að ráða því hversu bóknir bannar væru eða eitthvað þannig. En þetta var nú bara Boris Johnson sem bjóð til þá og hefur orðið svona það sem kannski margir vita Evrópusambandið og við vitum hvað Boris Johnson gerði síðan sko. Því að það sem náttúrulega ESB gerir er að fækka reglum. Auðvitað eru reglur en ef þú myndir prófa bara að ferðast Evrópu þar sem ekkert ESB væri, hversu mikið fargan það væri, hvað þá að flytja á milli staða eða gera hvað. Þú veist, staðin eru víðast með sameiginlegan gjaldmiðil, við erum meira að segja með sko síma sem við getum hringt í hvað sem er úr Evrópu og það kostar ekkert meira heldur en að hringja innanlands. Og alls konar svona hlutir að því að það er alltaf verið að kljást eitthvað sem ESB er ekki, þá fáum við ekki að skoða hvað það raunverulega er. Og það er einmitt það sem við erum voru kjósum á laugardaginn, það er að fá að skoða hvað þetta er. Já, en eitthvað tengist þetta félagssögu þjóðarinnar og söguskilningi og hvernig við horfum á okkur sjálf. Það sko brýst út einhver útlægi í okkur, mörgum hverjum, að sér þessa þrá að vera einn og óstuddur og þurfa ekki að líta lögum og reglum, einhverjum ekki ef það kemur utanfrá. Hvað heldur að skýra þetta? Sko að einhver leiti þá erum við nýsjálfstæð þjóð eða skilgreinum okkur sem nýsjálfstæð þjóð þó að séum komin á 82 ár síðan. Að einhver leiti þá náttúrulega höfðu við mjög góða kúara sem voru Danir og þar að leiðandi þá einhvern veginn höldu við að alveg ég heldur kannski þá að Danmörk og Ísland voru svona eina sem til var í heiminum. Þjóðir Austur-Evrópu til dæmis, þar hafa ekki verið jafn heppnar með sína kúara. Þar hafa verið Rússar, Sovétríkin að miklu leyti og þjóðir upp á sitt vesta og önnur aðrir. Þannig að leið og þeir fá sjálfstæði eftir 1989, þá var alltaf fyrsta sem allir vilja gera er að ganga inn í sterkari hóp svo að þetta geti aldrei hent aftur. Þannig að saga okkar sem er vissulega hamfarasaga þangað til fyrir 1 eða 2 öldum síðan eftir komið að við, þá þá hefur náttúrulega verið alveg ótrúlega heppin síðan þá, en þessar hamfarir eru alltaf verri vegna þess að við vorum lokuð af frá umheiminum. Það er það sem að raunverulega er ein ástæðan fyrir öllum þessum hungursneiðum og öllum þessum hörmungum sem hafa hentu okkur. Og hafi Danir gert okkur óleik, þá var það vissulega með einokunarstefnunni sem er sett á 1602 og líkur síðan loksins þegar ég er ekki við hvað kaustaðaréttindi og fleiri 1786 og fyrir náttúrulega litla Eyþjóð þá er það að einhver banni einhverja versla við aðra sem voru hollendingar og þjóðverjar og englendingar. Og svo getur ég sem í íslensku klukkunni að menn voru svipaðir fyrir sem að, hvað ég réttur að menn eru svipaðir fyrir að kaupa snæri af hollendingum. Þetta var náttúrulega alveg hræðilegt, þannig að það að loka okkur af hefur alltaf reynst okkur óbúðslega illa. Það er svona svolítið skrítið núna með þessa sögu okkur við viljum eiginlega vísvindandi loka okkur af, en þá kemur líka kannski að það tók við innlend kaupmannastjætt af erlendri og hún hefur einhver leiti viljað algjörlega stjórna þessu. Það er vistabandirna til 1894 eftir að leigulegar í Rússlandi eru að frálsir og löngu og eftir öllum öðrum. Og síðan eru til Eimskipafélagið sem að verður þetta óbúslega stórt skref að Ísland hafði sin eigin skipakost og allir kaupa hlutabrif sem mögulega geta, bara, þó að sé bara lítið óskapað þjóðarinnar og síðan alltaf búið að rekja það hvernig þetta var síðan að kolkrabbanum og hvernig þetta var raunverulega notað til þess að festa ákveðin ítök. Þannig að saga okkar er ekki saga baráttu við Dana sem slíka, heldur bara baráttan við einangrunina. Og núna getum við eiginlega loksins tryggt að lenda aldrei í slíku aftur.
Ég fór að hugsa að þú varst að tala núna að sko Morgunblaðið búið að halda því fram ansi oft að innganga okkar eigi að greiða ESB fyrir tapið að því að taka Svartfjallalandinn. Ekki satt? Það er Svartfjallaland. Man ég það ekki rétt? Jú, og Makedónia og fleiri. Já, og ég fór að velta fyrir mér sko, ef við förum í leik. Jú. Ef þú fer að sofa í kvöld og þú vaknar eftir 50 ár og þú verður að fara að skoða heimildirnar sem sagnfræðingur Mokan og svona hvernig fjölmiðlar fjölluðu þessa þjóðaratkvæðagreiðslu, hvað þeir voru að skrifa og svona heldur að sagnfræðingar væru hrifnir á þessum heimildum? Ég veit ekki, ég var nú að lesa í Morgunblaðinu í gær, ég voru 50 og ég veit ekki alveg hvort Og skrifun á því? Ég veit ekki hvort ég trúanlegu en já, þarna náttúrulega verið að hnýta í ákveða. Við höfum alltaf verið þiggjendur og aldrei gefundur. Við græddum á stríðinu, við fengum Marshall-aðstoð án þess að lenda í stríðinu. Við fengum svona care-pakka frá Bandaríkjunum sem að foreldrar mínir fengu í skólan sem að án þess að þurfa neitt á að halda sem að voru annars að fara til fátæksfólks í Evrópu. Og ef að við skildum þurfa að borga eitthvað pínu pons til þess að hjálpa það sem verst staddir, þá missi ég ekki svefni yfir því. Mér finnst það ekki træðileg tilhugsun. En það eru ríkar þjóðir innan ESB, það eru fátækar þjóðir innan ESB. Það mun enginn taka allan peninginn frá Íslandi og færa hann einhvert annað. Við munum alveg halda áfram að vera ein ríkasta þjóðin og við tíðum orðið enn ríkari. Þannig að við finnst þetta svona að vera að reyna að búa til ótta við eitthvað sem er ekkert að óttast og þetta verður fallegt en líka bara er ekkert til að gera á, menn við að líka við Grikkland sem landið sem hinum endanum í Evrópu sko og hvað þeir geta keypt sér marga kaffiballa en Danmörk líka innan ESB og þeir eru með álíka kaupmáttu við og þeir eru bara vinna helmikið minna. Það er hræðilegt í Danmörku, maður er að ná einhvern, þeir eru alltaf fattin heim klukkan 3 sko. En það er sko aldrei fleiri heldur en núna sem vantrista Morgunblaðinu, við sáum það í Maskinukönnun og það er mikil polarisering í umræðinni finnst manni. Jú. Ég hef mikið velti fyrir mér sko, þess að því þú ert sagnfræðingur, þú ert vanur inn í heimildir, mikið svona velti fyrir mér hvort við erum að undirbúa almenning sem skildi sko til þess að taka upplýsta ákvörðun á laugardaginn eða ekki. Sko við náttúrulega vitum ennþá ekki hvort að lýðræðið yfir höfuð lifi af internetið. Internetið er bara góð pæling. Já, það er bara of nýtil komið. Þegar ég var að byrja að læra stjórnmálafræði og sagnfræði rétt eftir fall kommunismans, þá tókum menn bara því sem gefnum hlut að tímum internetsins þá gætu einræðisstjórnir ekki verið til. Það er byggja allar að hefta upplýsingar en það er ekki takt á tímum internetsins að hefta upplýsingar og þar að leiðandi þá Arabíska vorið, manstu Björnsinn og það það átti líka að vera partur af þessu og svo búsvaldabyltingin hér. En einræðisöflin lærðu að nýta sér þetta og kannski ekki síst gamli KGB-maðurinn Putin að í staðinn fyrir að takmarka aðgengi fólks upplýsingum þá bara flæðir upplýsingum yfir það flæðir yfir það bara alls konar falsfréttum þannig að fólk hætti að trúa nokkrum sköpuðum hlut og fólk sem hættir að trúa nokkrum sköpuðum hlut verður nefnilega undarlega leiðitamt. Það er ekki þannig að fólk verði svona með eitthvað svona heilbrigðan skeptisisma heldur að það er einhvern veginn og síðan reiðubúið til að trúa hverju sem og það hefur verið staðan í Rússlandi. Áhugaverður punktur. Og þá fer maður sko frekar í tilfinningar, sin eigin tilfinningar, maður fer að grafa þar. Já, alveg eins að því að og náttúrulega allar og samræður náttúrulega verði ekki lengur á einhvers konar staðreynda basis þessar staðreyndirnar eru bara alltaf búin að leysast upp á sama tíma og við höfum aldrei haft greiðan aðgang að staðreyndum eins og einmitt núna við getum flett hverju sem upp hvar sem við höfum alfræðiorðabók í vasanum en samt
einhvern veginn þá stærnir það þurkast út. Þannig að þetta bara einn svona stóra spurning samtímans getur lýðræðið komist af á tímum samfélagsmiðla. Kannski þetta bara byrjunarörðuleikar. Ég meina það verður ansi mörg bílslys að umferðarreglur voru settar fyrir rúmum 100 árum. Þannig að En ég svona hugsi yfir því, sko, náttúrulega búin að fylgjast með bara bæði sjálfur verið hluti af fréttalandslæginu síðan ég var 19 ára gamall, bara hefur verið maður sem búið til fréttir. Núna ég ekki búið til hennar fréttir, ég dagskrárgerðarmaður og ég ætla sjálfur að segja já á laugardaginn og ég nálgast þetta ekki sem blaðamaður því ég ekki taka þátt í að skrifa fréttir eins og ég hef oft gert áður aftur í tíman. En það sem að ég fylgist með hjá kollegum mínum, ég get ekki sagt að það auki mér bjartsýni bara ef ég ber saman kosningar, ég fer svona, bara aftur í tíman. Mér finnst íslensk fjölmiðlun, kannski út af þessu sem þú ert að nefna með internetið, mér finnst svona eiga bágar með að sinna hlutverki sín. Já, ég held að það sé rétt hún að bágar með það. En þá það ekki svo að skilja að fréttir sem slíkar eru marktækar. Það engin fréttamaður sem býr til fréttir öðru seldur en eitthvað hafi gerst. Vandamálið bara að það á minna upp á pallborðið. Fjölmiðlar sem slíkir náttúrulega í margþættri krísu, það eignarhaldi, það líka með borgun að einu sinni það voru til dagblöð sem gátu verið rekin bara fyrir áskriftarfé sem auðvitað best því þá fólk að borga beint. Síðan sem oft voru svona 60% áskriftartekjum svo ég vitni til þeirra blaða sem ég vann á fyrst. Auglýsingar 40%, áskriftartekjur 60%. Og síðan fóru auglýsingar að skipta meira og meira máli og komið fríblöðin og fréttablaðið og 24 stundir og sem að var ákveðin galli því þá mistu kannski ekki sjálfstæði en samt þannig að þau gáttu rekið sér sjálf en núna þá eru bara engar tekjur tekjurnar fara alltaf beint á Facebook þannig að allir fjölmiðlar hafa sagt upp óbúslega mikið af fólki og mörg blöð hægt að vera til við erum með þetta með moggan og þráttur alltaf hans galla þá samt ágætt að hann sé þarna það stundum ágætt ég veit ekki hvort það gott fyrir þessar kosningar þeir eru búin að vera með 3 mánaða og ég ætla ekki að segja falsfréttir en skekkju, 3 mánaða skekkju mjög mikla skekkju í fréttaflutningi af eiginlega öllu sem var á þessu kosningu það kannski sá moggi sem að ég ólst uppið á 10. áratugnum var að reyna að vera blað allra landsmanna einmitt á þeim tíma þegar gamlu flokksblöðin voru að deyja þannig að ég kannski bara hugsa hann fréttablaðið, það var náttúrulega það er farið við vitum ekki hvernig fer með sín og það og sjónvarpsfréttir þeirra mögulega og sögun innan skams og svona og það kreppir alltaf með og það er náttúrulega ekki gott af því að sama tíma það fá alltaf fleiri og fleiri ég ekki einu svona upplýsingar fleiri og fleiri skoðanir og fleiri upplýsingar en við fáum færri fréttir og færri sem vinna fréttir og heimildin alltaf blessunlega stendur svona oftast vel en þetta eru bara fáir pólur eftir þannig að það tók eftir í maskinukönnun að heimildin skorar hærra í áreiðanleika gagnvart almenningi heldur en ég hefði á einhverjum tímapunkti séð fyrir kannski það vegna þess að moggin hefur svona verið svolítið í frjálsu falli og við þurfum öll eitthvað til að trúa á það eru margar kenningar í fjölmiðlafræði sem segja það að við yfirleitt lesum tiltekna fjölmiðla til þess að styrkja okkar fyrri viðhorf frekar en við séum að fara að ná okkur í nýja þekkingu sem að breyti viðhorfum okkar Jú, en á tímum alltaf samskiptamiðla á internetis þá er þetta bara orðið svo auðvelt og styrkir sér sjálft og algoritminn hann velur síðan fyrir þig þannig að og þetta breytir bara líka svolítið eðli stjórnmáluna vegna þess að ekki síst í svona tveggjarflokkakerfi eins og Bandaríkjunum að viðtekin viska var alltaf svo að í forkostningum þá fóru allir svolítið út á jaðarinn til þess að ná í hörðustuðningsmennina síðan þegar að koma almennu kostningunum þá sóttur inn á miðju til þess að þessi óákveðni miðjunni sem að ráða en okkur tímum þá fóru þetta eiginlega þannig að menn heldur áfram að sækja út á jaðarinn í almennu kostningum af því að markmið ekki lengur að samfara hérna óákveðnu sem eru þá oftast í miðjunni og heldur að bara virkja sitt fólk að fá það til að mæta á kjörstað
og það var þetta ná til þeirra miklu meira betri hætti heldur en áður með þöggs internetur og þetta náttúrulega það sem til dæmis Trump hefur gert. Hann sækir ekki inn á miðju heldur, hann bara virkjar sitt fólk sem að mætir sko og þannig vinnur hann kosningar og þetta náttúrulega sjáum við eftir að sjá við það sko að að eiginlega þetta spurningum kannski að náti þeirra bara sem reiðbúin til að trúa sem heitast og Svo þetta svolítið barbaríst sko með aðgengið af fjármunum að það sé ekkert kontról á því, við vitum ekki hvaðan peningarnir koma í auglýsingar og þar ákveðin handvömm í gangi eins og einn viðmælandi minn í kvöld orðar lögmaður sérfræðingur. Já, þetta náttúrulega alveg sko grundvallar bara vandi í lýðræðinu það að sko á 20. öld þá voru víðast hvar frekar strangar reglur hvað þú mættir eyða miklu og í Bandaríkjunum þá voru þær stöðugt hertar fram að Clinton-tímanum og þá var búið að opna á þar og það komið þetta svo kallar super PAC sem að svo lengi sem að það til ekki flokk beint, heldur óbeint þá geta safna endalausum pening og það eru alls konar náttúrulega aðilar að reyna að hafa áhrif á kosningar sem að snýst ekki upplýsta ákvörðun þegnanna sem betur fer á Íslandi það hefur sett þak bæði á forsetakosningar og alþingiskosningar en ég veit ekki til þess að það sé neina reglur sem gilda þessar kosningar. Nei, og þegar stendur svona tæft þegar fylkingarnar hafa verið að mæla svona jafnar þá líður manni mjög illa með þetta sko. Já. Peningar skipta því miður máli en núna fáum við tækifæri þess að kjósa á móti peningabrunum það er spurning bara hvort að við kjósum að nýta okkur það. Finnst þér að það setja einfalda þessa kosningu á laugardaginn niður í þá bara eftirfarandi staðhæfingu ég vil vita meira og það er svona kýsi já Já, það er auðvitað það sem að er verið að kjósa en fyrir mitt leyti þá og það er náttúrulega svolítið búið að reyna að snúa því við eins og að við sem að kjósum eitthvað fyrir gefið, við erum það ekki. Sem er áróðurstaktík. Hræðslu áróður. En ég ætla nú bara að láta þeim það eftir að Nei, þetta er ég sammála frumvarpandi forseta þegar hann segir að við þurfum alltaf að fá á hreinu hvernig það verður með sjávarútvegsmálin og ef það ekki samist það, þá er þetta sjálfdautt. En ég nú nokkuð... Þú ert að tala Guðna núna. Ég er að tala þannig frumvarpandi forseta. Þú ert ekki rosalega sammála hinu kannski sem hefur verið að tjá sér tólti. Nei, Guðni er alltaf minn forseti, sko. Ég hafði þó að fá mig stundum pítsu með ananas, en þannig að fyrir hvað mig var þá held ég sko, það er náttúrulega líka kannski partur af áróðurstaktíkinu og jafnvel í báðar áttum að segja einhver leyti en fólk sem óttast að það muni missa eftirlaunin sín ef við göngum í ESB eða allt þetta eða jafnvel að allt verði ódýrar eitthvað þannig en að það er endanum bara okkar ábyrgð að breyta því og breyta þessum hlutum en það mun ESB ekki vasast til slíkt þó að ég myndi vona vissulega að verðlag minnki eitthvað en fyrir mig þá snýst þetta bara það að ef allt fer á versta veg með einhverjum hætti, ef allt heldur áfram að vera ótryggt, hvort sem það getur verið einhvers konar bara móðu harðindina, getur komið eitthvað ofsafengi eldgos, farsótt því miður, fylgist með Grænlandi, þá verið jökulinn það verið að bráðna sem að setur ferskvatn í sjóin í kringum okkur, sem getur gert að verka að það verið kaldara en ekki heitara. Allt þetta getur gert svo ekki sér talað heimsmálin, það sem að ógnina steðja víða að og það sem að verið nánast örugt að hinn valkosturinn verði algjör þjónkun við Bandaríkin. Það er fram á gangi þá er plakat af Jóni Sigurðssyni styttunni með amerísku íslenska fánni í sikur hendi og ég held að það er bara ágætlega við. Og ég kannski fara hlutinir aftur og verða aftur eins og voru áður en þeir eru bara ekki, sagan virka bara sjaldnast þannig að hlutinni verða aftur eins og voru áður þegar hlutinni halda áfram að þróast og ekki alltaf til betri vegar en
það verður að vera órulegt tímabil framöndan og þess vegna væri mjög óvarlegt að skera alla árabótana í burtu og halda út á rúmsjó fullið sem að þetta reddist, þetta reddast, þannig að þetta reddast ekki. Fyrir heimsstyrjöldinni þá var slupum vel þar en eins og Gunnar Þór Bjarnason sýnt fram á, ef að það staðið einn vetur í viðbót með káputaherna þjóðra, þá voru hungursneyð á Íslandi, það mátti eiginlega engu muna. Og við græddum á seinni heimsstyrjöldinni svo allir vita, en þjóðra hernámu Danmörku og Noreg, þegar geta komið hingað, það geta verið bara, allt getur gerst og það væri alveg ofboðslega óvarkárt að láta sem það gæti ekki gerst og svo síðan tala fólk sé að deila í fjölskyldum, en fjölskyldu deila, en Evrópa okkar fjölskylda og það alls konar þar. Það margir sem stiða Palestínu, við getum meira segja á hvað gerast pútinistar innan Evrópu eins og Fiso í Slóvakíu og það kannski ekki vinsælt, en það leið, það rúmast allt innan Evrópusambandsins. Þar getum við verið það sem við viljum vera og ég held að það skipti öllu máli og mig grunar líka að ef að okkur ber svo ógæfa til að segja nei á laugardaginn og þá eftir 5 eða 10 ár, jafnvel 1 eða 2, þá verður við að hnjánum og biðja að vera hleypt inn, að grátbiðja að taka þessar viðræður upp aftur vegna þess að ástandið hefur bara breyst á þann veg. En núna getum við borið höfuð þátt og gengið inn þegar okkur boðið inn og sem jafningjar frekar heldur en að vera að grátbiðja að vera hleypt inn vegna þess að allt fór á versta veg. Heyrðu, ég þakka þér fyrir komuna, Valur. Það búið að vera gaman að fá þig í heimsókn og ég get sagt þér það að svona í lokin að þú ert síðasta viðtalið sem ég tek við einhvern ESB núna í þessum legg. Það hefur verið margir tugir. Mér líður eins og ég hafi verið að bara koma í mark í maraþóni. Ég svolítið ánægður með að nú ekkert meira sem að þessi fjölmiðill getur gert til að upplýsa almenning en takk fyrir að vera síðasti viðmælandi minn fyrir kosningarnar. Jó, takk fyrir. Í Evrópumálunum. Og á morgun verður sem sagt dagskrá okkar eilítið öðruvís en hún hefur verið síðustu daga, kæru hlustendur og áhorfendur. Við verðum með vikuskamt í beinni útsendingu klukkan 4 á morgun þar sem við fáum 4 gesti til þess að kannski verðum við bara á léttum og skemmtilegum nótum, það veitir nú ekkert að því. Nú á morgun tökum við einnig helgispjall, ég held að sjálf til að upplýsum það hér og nú að biskup Íslands verður í helgispjalli hjá okkur sem við sendum út á laugardagsmorgni klukkan 9 og svo náttúrulega verður stóri viðburðurinn aðfaranótt sunnudags og vantilega liggur fyrir hvernig þessi kosning fer og ég efa það ekki að Gunnar Smári og Sigurjón Magnús þeir hlaði alveg rosalegan sunnudagsþátt til þess af sonum Eils til þess að fylgja eftir úrslitunum. En þetta orðið gott í kvöld, ég heiti Björn Þorláks og við segjum þetta gott í bili. Verðið sæl.